vera skóli sem framúrskarandi þegar kemur á skóla án aðgreiningar og ég fæ bara gæsahúð og langar til að hrósa þér og fá ykkur bara til að klappa fyrir Sigríði og hennar fólki. En já, svo fæ ég að koma í morgunsvengi fyrramálið sem uppáhalds. En mér ekki til setuna boðið, ég var að segja það við fólkið í íbúðaráðinu sem ég hitti áðan að á svona venjulegum íbúðafundi að þá er svona kannski eitt stórt mál sem lítur að hverfinu. Hér eru þau allavega 5 og jafnvel hægt að segja að þau séu 10. Vegna þess að það er mjög margt í gangi, það verið að leggja línur til langrar framtíðar og það er mikið uppsiglingu í allskyns uppbyggingu. Þetta er hluti af hverfaheimsóknum. Áratugum saman hefur borgarstjóri haldið opna íbúafundi í hverfunum og hér í eina tíð að þá var þetta bara fundurinn. Og það eru 2 tímar á reynt að svara spurningum. Þegar Jógnar var borgarstjóri þá tók hann upp á því að færa skrifstofu borgarstjóra upp í Breiðholt og dró úr þessu og fór í alls konar heimsóknir og ég apaði þetta eftir þegar ég tók við og hefur verið að flytja skrifstofuna út í hverfin í þeirri viku sem eru hverfaheimsóknir. Það sem sérstakt við síðustu 2 ár er að hverfaheimsóknir sem að raðast oftast á 2 ár eru núna bara nánast viku eftir viku vegna þess að þetta hefur verið að frestast. Þannig við byrjuðum eiginlega hverfaheimsóknina hérna í Laugarnesskóla í byrjun árs og svo tók bara við COVID-tengt verkefni og ákváðum að bíða þangað til við getum hist og það er sönn ánægja að sjá svona marga. En Laugardalurinn, hann er kannski nokkurn veginn svona þessar vikurnar, allavega febrúar, en margir myndu segja að þetta væru mörg minni hverfi sem hafa sín sérkenni og sín nöfn. Þetta er, ef við tölum hverfi, eitt fjölmennasta hverfi borgarinnar. Það eru 18.368 íbúar með lögheimili í Laugardal og þeir búa í 7.774 íbúðum. Ef við skoðum aldurssamsetninguna þá hefur hún aðeins verið að breytast. Laugardalur var afgerandi varðandi fjölda elsta hóps borgarbúa og það er ennþá áberandi en hverfið hefur verið að yngjast alveg gríðarlega. Það hefur verið mjög mikil endurnýjun og fullt af barnafólki sem hefur verið að koma sér hér fyrir og það er ekkert skrítið. Hverfið 7 ferkílómetrar, það eru 14 opin svæði, yfir 100 kílómetrar af göngu og hjólastígum, 163 bekkir og 186 ruslastampar sem voru taldir bara síðast í morgun. En þegar við tölum dalinn að þá hugsum við dalinn ekki satt og í allri umræðinu þjóðarleikvanga, uppbygging og annað slíkt að þá er ein af svona lykil skilabóðunum sem við höfum verið að fá úr Laugardal á undanförnum árum er að það þurfi heildarsýn. Það þurfi að skoða allar þessar hugmyndir sem hafa verið settar fram af ýmsu tagi og velta fyrir sér hvort það sé nokkuð verið að fórna Laugardalnum með því að gjörnýta Laugardalinn. Kemst allt þetta fyrir, heyri maður. Og þess vegna fórum við í það verkefni í samráði við ýmsa en eru líka búin að setja það út í umræðuna að skoða hvort að þessar hugmyndir sem settar að verið fram fari saman. Þannig í byrjun þessa árs að þá var kynnt heildarsýn á skipulag Laugardals nú og til framtíðar. Þannig verið að horfa á þessa föstu pósta eins og Laugardalslaug en það er líka verið að horfa á hugmyndir eins og þjóðarleikvanga, eins og hús fyrir Þrótt og Ármann og velta fyrir sér býtu hvar kemst þetta allt saman fyrir. Og við vitum auðvitað nokkurn veginn hvernig Laugardalurinn er og allir hér inni þekkja hann af eigin raun. En eitt af því sem var kortlagt fyrir nokkrum árum var að hann er, þó hann sé heild, býsna uppskiptur með girðingum og það er ekki greiðfarið hann. Stígakerfið hefur aldrei einhvern veginn verið klárað að myndað eina heild og svæðið er brotið upp með bílastæðum og svona eins og það hafi ekki verið hugsað í gegn. Og meira sér það þannig að formulega séð eru
2 deiliskipulög fyrir Laugardalinn í heild sinni. Þannig að það var farið í það að kortleggja hvernig ástandið núna, hvar eru bílastæði, hvar eru stígar, hvar eru mannvirki og svo framvegis, og velt upp hvernig væri hægt að klára hugsunina stígakerfi, tengingar og velt upp meðal annars spurningum samgöngumál. Eitt af því sem að kemur núna á næstu árum eru hágæða almenningssamgöngur, borgarlína sem fer Suðurlandsbraut og gefur okkur tækifæri til þess bæði að taka mið af því, en tækifæri til þess að hugsa ákveðna hluti upp á nýtt, og til dæmis hvernig við ferðumst á stóra viðburði, og má segja að KSÍ hafi verið í farabróti á undanförnum árum með að beinlínis að hafa einhvers konar fansón fyrir aftan völlinn í staðan fyrir að reyna að lokka alla á bílunum sínum á leikina, heldur segja fólki að koma á annan hátt. En ef við stiklum svona þessu stóru, þetta ítarlega plagg, það mjög aðgengilegt á netinu og það bara aðgengilegt í allri merkingu. Það er mjög gaman að fara í gegnum þetta. Ef við byrjum á Laugardalslaug, þá sem að ég kalla stundum drottning sundlauga, að þá hún ein þeirra elstu, ekki elst, en hún komin á tíma að ýmsu leyti. Það þarf að taka Laugakerið gamla í gegn, og stúkan má muna Fífilsinn fegri, hún nú ekki mikið notuð, hefur kannski aldrei verið, en hún falleg í sjálfu sér og hefur ákveðið gildi, þannig að við erum búin að ákveða og gerum það fyrir nokkrum misserum að fara í samkeppni endurgerð svæðisins. Eigum við að hafa miklu fleiri rennibrautir, eigum við að hafa, og við erum búin að setja inn í forsendur og þarna verði rennibraut sem aðgengileg fyrir hreyfihamlaða, líka þá sem í hjólastól, og fleira svona gæti komið til. Halldór Baldursson túlkaði þetta á þennan hátt, og eins og sumar aðra myndir sem eru sýndar hérna, þá þetta ekki endanleg útfærsla. Ég sérstaklega hræddi við Beatla-aðdáendur hérna þegar Rolling Stones einhvern veginn farið að skarta sínu fegursta þarna undir þyrlulendingapallinum sem hérna þar sem að stúkan var. En þetta var notað til þess að kveikja á sellónum hjá okkur öllum til að senda inn hugmyndir í hugmyndaleitina sem undanfari samkeppni fagfólks, og ég bind miklar vonir við þetta verkefni. Við erum búin að setja til hliðar 2,5 milljarð til þess að fylgja því sem út úr þessu kemur eftir, og það verður bara mjög skemmtilegt að sjá það. Ein af stóru breytingunum og kannski lykillinn að því að þetta heildarskipulag gengur upp, ef svo má segja, að við gerðum samkomulag við Þrótt og Ármann í mars í fyrra ákveðna lykilþætti. Að við sáum það að þyrfti að gera algjöra bragarbót, og það var í raun sett í svolítið fyrsta forgang fyrir knattspyrnuna í félaginu. Knattspyrnudeildin ein sú stærsta á landinu, og leiðin sem að okkur og félagunum hugnaðist best var að Valbjarnarvöllurinn gamli, sem allavega ýmsir kalla Valbjarnarvöll, að þar yrðu settir 2 viðbótar gervigrasvellir, auk þess sem að gamli gervigrasvöllurinn miðsvæðis verði tekin í gegn, og til framtíðar fengi Þróttur líka æfingasvæði hér á gamla kastsvæðinu þegar að væri komin nýr frjálsíþróttavöllur, koma honum á eftir. Þessi áform hafa verið fjármögnuð og í ferli, við komum betur að því aðeins síðar á fundinum. Laugardalsvöllurinn sjálfur, það ekki mikið hann að segja. Það hefur lengi verið talað þar gríðarlega uppbyggingu í tengslum við þjóðarleikvangi í knattspyrnu, og í stuttumáli sýnist okkur að þau áform, jafnvel þau svona metnaðarfyllstu, komist bara fyrir innan þeirra lóðar. Grasagarðurinn í stuttumáli bara heldur sér, og við viljum vernda Laugardalinn sem útivistar og almenningssvæði og þann yndisreit sem að Grasagarðurinn Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn heldur sér líka. Þar erum við að fara að byggja fræðsluhús, þar erum við að skoða stækkun á Selalaug, en húsdýragarðurinn hefur verið í áhugaverðri þróun, komið líka betur að því. Það sýnt fram á það í tillögunum að það hægt að prjóna við skautahöllina,
og hún eins og mjög mörg íþróttamannvirki að sprengja utan af sér starfsemina og það hægt að prjóna við hana. Það væri jafnvel hægt að sjá fyrir sér keilusal eða einhverja slíkar brautir þarna, allavega mun plássið duga. Eitt stærsta málið í umræðu okkar við íþróttafélögin og fólkið í dalnum síðan innanhús íþróttamálin sem ég kem ítarlegar yfir hér á eftir, en hér neðst gulu kassarnir gamla byggingaheimildir sem íþróttahreyfingin, þar að segja ISI og IBR, eiga samkvæmt gömlu skipulagi, en það sem búið að sýna þarna hvernig íþróttahöll, sem sumir hafa kallað þjóðarhöll, gæti legið inn í brekkunni og tengt í raun alveg frá Suðurlandsbraut, þar sem yrði borgarlínustöð, þar færir inn úr borgarlínunni, eiginlega inn á efstu hæð, og síðan yrði hallin í landslaginu notaður og færir út eiginlega komin niður í dalinn, því að hvelfingin væri þarna á milli á svæði sem ekki kannski mest notaða svæði í dalnum og myndi tengja þessu. Þá gætu verið tækifæri til þess að endurskoða þessa byggingaheimildir og hugsanlega hafa þetta svona aðeins í þéttari hnapp og létta aðeins á svæðinu þarna í kring. Þar sem að núverandi æfingavellir Þróttar og samkomulagi frá mars gekk meðal annars út á það að þegar Valbjarnarvallarvellirnir verða tilbúnir, að þá hægt að sjá fyrir sér að frjálsíþróttavöllurinn sem þarf að víkja út af þjóðarleikvangi í knattspyrnu, ef og þegar af honum verður, kemst fyrir þarna, þar sem þessir vellir í dag, upp við Suðurlandsbrautina líka. Á TBR-svæðinu sýnt fram á hægt að prjóna við tennishúsið og líka setja tennisvelli sem eins og þið þekkið sums staðar í dalnum, en þeir gætu líka komist þarna fyrir. Svæðið þar á bakvið, sem hefur líka verið æfingasvæði Þróttar, núna komið á gervigvassvæðið á Valbjarnarvelli og kastsvæðið á bakvið Laugardalslaug, og þá myndi þetta losna sem almenningssvæði. Þarna var verið að minna á að hefðu verið leikkastalar og leiksvæði sem þurfti að víkja fyrir fótboltanum, en þarna höfum við þá tækifæri til að gera eitthvað fyrir krakka og þá sem að stunda almenna útivist eða vilja vera í folfi, sem frisbee-golfi, sem að verða býsna vinsælt víða og auðvitað þarna að hluta til. Síðan höfum við verið að skoða það að landslagsarkitektarnir sem vinna þetta, að þeir benda á að afgirta svæði sem kallað þríhyrningurinn, og ég hef reyndar heyrt núna á Þrótturum að það vilji mjög gjarnan halda í, að það gæti enga síður verið spennandi að hugsa það sem einhverja lifandi heild af Laugardalnum sem almenningsgarði, tengja betur með stígum og svo framvegis. Horn Engjavegur og Suðurlandsbrautar óútfært. Það hefur verið hugsað fyrir það sem við kallað grænar þróunarlóðir, en þarna bent á það að það eins og það hafi ekki verið kláraður stígurinn sem eiginlega bara stoppar þarna, og ein af hugmyndunum sem að settar fram og sem hefur fundist róttækar miðar að því að dempa umferðina þar sem svona mörg börn að fara til æfingaleikja, en líka auðvitað fólk á öllum aldri, að Engjavegurinn verði ekki gegnumakstursgata, heldur raun 2 stykki botlangar úr hvorum endanum til að þjóna byggingunum og starfseminni, en ekki gegnum akstursgata. Önnur stórtíðindi sem hefðu hugsanlega fyllt heilan íbúafund á einhverju tímapunkti að í aðalskipulagi Reykjavíkur hefur lengi verið gert ráð fyrir uppbyggingamöguleikum svona blokkarröð meðfram allri Suðurlandsbraut. En hlut af þessu heildarskipulagi að átta sig á því það svo mikil uppbygging í gangi víða að ráðgjafarnir leggja til, og ég tek undir það, að við þurfum ekki þessa línu sem gæti dregið úr andrýminu, þannig að við myndum heldur hugsa einhverja markvissa uppbyggingu í tengslum við borgarlínustöðina, eins og til dæmis tengingu í hugsanlega þjóðarhöll, frekar en eitthvað svona vegg sem ég veit að margir hafa haft efasemdir og hefur út af fyrir sig aldrei verið settur á dagskrá eða verið útfærður almennilega, en þetta enga síður
hugsun okkar eins og hún stendur niður, að falla frá því en hugsa þetta frekar í kringum uppbyggingu í tengslum við þá annað þarna og í tengslum við borgarlínustöðvarnar. Ég mæli með því að þið kíkið á þetta í heild vegna þess að þetta myndar mikla heild og þetta er heildar hugsun dalinn. Þetta sýnir fram á það að þrátt fyrir að mjög mörg af þessum verkefnum séu gríðarlega metnaðarfull, að þá finnst mér margt benda til þess að þetta falli einhvern veginn svona náttúrulega og eðlilega á sinn stað, en með þessari lykilfléttu að setja fótboltavellina á gamla Valbjarnarvellinu og losa þannig aðeins og finna svæði fyrir frjálsar og svona, þannig að það eru mörg púst sem að þarna hafa haldist í hendur. Þá eru íþróttir mjög áberandi í dalnum. Þar hafa alltaf verið það verða það áfram. Miðað við þetta upplegg er það 49%, eins og segir hérna á glærunni. Þessi grænu, hreinu almenningssvæði eru rúmur fjórðungur, fjölskyldu- og húsdýragarðurinn, ef að kalla hann líka grænt svæði, ég veit ekki, 14%, tjaldsvæði er 6%, KFUM 3%, en svo eru þetta slatti af bílastæðum líka og þau verða samkvæmt þessum tillögum að ýmsu leyti áfram, þó svo að það sé verið að velta fyrir sér hvort að bílastæði hér víki hjá hjólabrettavellinum. Þetta tengist aðeins íþróttahús hugmyndum fyrir Þrótt og Ármann, hvort að það stæði verið tekið undir og það þurfi þá að halda hitt og öfugt. En aðeins að því að það hefur verið mikið í umræðinni, þá langaði maður að tala íþróttirnar í hverfinu og til þess að byrja á bara að vera algjörlega hreinskilin, að þá hafa aðstöðumáli náttúrulega alls ekki verið í lagi, sérstaklega ekki síðustu 2 ár. Þó að það eigi sér miklu lengri sögu. En það sem gerist fyrir 2 árum var ekki bara COVID sem setti æfingar í klemmu, heldur varð ótrúlegu leki inn í Laugardalshöll sem hefur ekki bjargað öllu en bjargað miklu þegar kemur að innanhús aðstöðinni. En eins og ég segi, þá er ég eiginlega búin að fjalla aðeins fótboltavellina, en það eru gríðarlega spennandi mál í uppsiglingu í samstarfi borgarina við Þrótt og Ármann. Við vorum að staðfesta það í borgarráði í síðustu viku, eins og formaður Þróttar held ég hafi orðað á fundi sem við áttum með þeim í hádeginu í dag, að Þróttur yrði stærsta íþróttafélag landsins, allavega hvað varðar íbúafjölda. Því að það sem að var verið að leggja línu með eftir mjög faglegt ferli, þar sem 4, reyndar 5 íþróttafélög settu fram sína framtíðarsýn þjónustu við börn og unglinga, að þá var ákveðið að Þróttur og Ármann myndu sinna hinu nýja Vogahverfi og nýja hverfinu upp í Höfðum. Þetta virkar kannski aðeins framandi hugsun, þetta er langt svæði, en samgöngurnar með borgarlínu verða í 5 til 7 mínútna fjarlægð. Það er bara byltingin sem breytir þessu og dregur þetta saman, þannig að þá er hugsunin svo að hjarta afrekstarsins verður hér áfram í Laugardalnum, æfingar fyrir barn og unglinga verða í tengslu við skólana sem munu byggjast nokkrir upp í einu nýja hverfi. Það þarf að útfæra þetta nákvæmlega með félagunum, en þarna eru ákveðin færi líka á að koma til móts við óvenjulegar æfingaaðstöður í frjálsum og ýmis sóknarfæri sem að kveikti í borginni þegar við vorum að horfa á þetta. Og það sem er svolítið magna við Þrótt og Ármann er þetta bæði öflug félög, þau skarast ekkert í greinum. Þannig að þau saman veita alveg gríðarlega heilstæða þjónustu eiginlega í öllum íþróttum. Og það fannst okkur eftirsóknarvert þegar við vorum að hugsa til þessara framtíðar. En hugurinn hjá manni er oft meira bara í núinu, en býtu hvað nú, hvað með vandamálinn sem steðja á okkur nú. Og þau hafa verið ýmisleg síðustu 2 ár og Jón Arnór Stefánsson, hann birti þessa mynd í blaðagrein bara í gær held ég. Þar sem að hann spurði þeirra áleittu spurningar, er degi sama eða eitthvað svona, nokkurn veginn. Já, nákvæmlega. Og þar rifjaði hann það upp að við krakkarnir í Árbænum sóttum fyrsta sementspokann í íþróttahúsið í Árbænum þegar við vorum búin að bíða eftir því í 15 ár
og það kom aldrei og afhentum Davíð og hann notaði hann í ráðhúsið af því að íþróttahúsið kom ekki fyrir en ég var sko bara orðin stálpár og löngu dottin út í íþróttum. En það alveg rétt að það hefur ekkert íþróttahús verið í Laugardalnum síðustu 2 ár eftir skemmtirnar og eftir mikla hrakfarir í kærunefnd útboðsmála varðandi útboðsmálin sem eru þó loksins komin í gang, þannig að núna verið að setja ljósin upp og verið að leggja parketti sem löngu búið að kaupa. Þannig að ef við fókuserum aðeins bara á innanhúsíþróttirnar að þá hafa þær verið í miklum fókus hjá borginni. Borgin fór í það verkefni að taka saman óskir og beiðnir allra íþróttafélaga í Reykjavík til langstíma, mjög langstíma og forgangsraðaði öllum. Það sem var númer 1 má segja hafi verið knattspyrnuvellir fyrir Þrótt. Þessa stærstu knattspyrnudeild sem var með of litla aðstöðu og merkilegt nokk, það sem var númer 2, það var innanhús íþróttaaðstaða í Laugardalnum. Vegna þess að leikreglunar í forgangsröðinni voru ekki þær að fyrst fara eitt félag eitthvað og svo fara annað félag eitthvað annað, heldur var verið að horfa á þetta út frá fjölda barna, hver aðstæðan í dag, hver fjölbreytnin til íþrótta og svo framvegis. Og það meðal annars þetta sem hefur verið stóra verkefni sem við höfum verið að vinna með Þrótti og Ármann og samkomulagi frá því í marsi fyrra hefur gengið út á. Við höfum verið að greina þarfirnar fyrir þessi félög og hér mynd af þessu húsi sem að Þróttur lét upprunalega vinna bara á eigin kostnað fyrir sig af arkitektastofu og við sögðum í þessu samkomulagi í marsi fyrra við ætlum að greina þessar þarfir og þær hafa verið að breytast, reynda að breytast býsna hratt á undanförnum árum. Ekki bara vegna barnafjölgunar í Laugardal sem skiptir máli, heldur vegna þess að auk starfsins í Þrótti þá hefur Ármann af ótrúlegu dugnaði verið að byggja upp eina stærstu körfugnandisdeild landsins og eru komið næst í 500 krakka eða það sem segja meira í æfingar. Og þar búið að vera að horfa á þennan kost sem sérstakt hús fyrir Þrótt og Ármann á bílastæðinu við Gerðugarðsvöllinn. Og inn í þessa þarfagreiningu hafa hins vegar líka komið áformin þjóðarleikvang. Þjóðarleikvang í innanhúsíþróttum sem staðarvalsgreining sem að unnið var af hálfu ríkisins í samvinnu við okkur og fleiri leiddi til þeirra niðurstöðu að það væri best staðsett í Laugardalnum og ég var að sýna okkur hvar það gæti verið. Borgin, þegar við settum íþróttahús í Laugardal í fyrsta sæti, þá sögðum við, förum í þessa þarfagreiningu, skoðum hvað þarf fyrir börnin, við erum fyrst og fremst að fara að setja peninga til þess að þjóna börnum og ungmennum, en við höfum það opið hvort að þeir peningar eru best geymdir í sérstöku húsi fyrir Þrótt og Ármann eða þjóðarleikvang. Það hins vegar algjört skilyrði að borgarina hálfu að peningarnir nýtist fyrir börn og ungmenni í Laugardal. Og bara aðeins til þess að áttu ykkur á því að því ég veit að sumir hafa pirrað sig á því að það væri verið að blanda þjóðarleikvangum inn í þetta og ég skil það að vissu leyti en ég hef haldið því fram, bæði því ég ræði við forystu Þróttar og Ármann og við ykkur hér, að það geta verið ótvíræð tækifæri í því ef að ríkið loksins skuldbindur sig á þjóðarleikvang og gerir það strax. Það vegna þess að við þurfum að horfa á þessa heildarmynd. Við erum að fá núna 2 æfingasali meðan við það að sé að æfa þvert á Laugardalshöllina 15. ágúst. Þá verður búið að ganga frá ljósunum og leggja parkettið. Í hugmyndum að þjóðarhöll vissulega verið að tala stórt keppnishús þar sem eru miklar stúkur þegar eru landsleikir og svo framvegis, en golfflöturinn slíkur að þetta eru 4 fullir keppnisvellir í handbolta við hliðin á Laugardalshöllinni. Þannig að með þjóðarhöll þá væri komnir í Laugardalinn 6 æfingavellir. Húsið út á bílastæði hefur verið hugsað fyrir 2 æfingavelli
og sannarlega valkostur. Og það sem að ég heyri mjög sterkt að þessi ár þegar höllin var ónotæf hafa þetta reynt alveg rosalega á þolrifin, en ekki bara það, heldur gríðaleg þreyta í sjálfboðaliðum og félaginu og foreldrum vegna þess að mjög lengi að þá hafa félögin upplifað að það hefur ekkert verið neitt örugt æfingahúsnæði þó að félögin hafa haft aðgang að Laugardalshöllinni. Þeim ítrekkað ýtt út af viðburðum, sýningum, landsfundum og alls konar. Þannig að það sem við höfum verið að ræða hvaða leiðir eru þá ef að þjóðarhöllin á að vera ásættanlegur kostur og ég vil bara frábær kostur til að tryggja hagsmuni barna og unglinga í Laugardal í tengslu við þau samtöl sem þurfa að vera við ríkið. Og það getur verið með samningum eins og við þekkjum upp í Egilshöll. Þar eru algjörlega geirneldir og tryggðir samningar, en gömlu samningar íþrótt- og sýningahöllina sem taka til gömlu Laugardalshallarinnar eru aðeins öðruvísi struktúreraðir og ekki fyrirsjáanlegir fyrir félögin. Og þannig að þetta skilir það eftir sig. Þannig að ég heyri og ég skil það vissu leyti að sumum líður þá bara þannig að allt samkrull við landslið, þjóðarhöll sé bara ekki nógu gott. Það eina rétta leiðin sé að fá höllina hér sem verður þá í einhverju blandari notkun og svo sérstakt hús með 2 sölum. Þannig tala sumir. En við höfum enga síður rætt það að láta á þjóðarhallarkostin reyna en gefa því mjög skamman tíma. Ríkið og ráðherrar og alls konar fólk hefur gefið mjög glannalegar yfirlýsingar án þess að hafa lagt neina peninga á borðið. Við erum búin að taka frá peninga fyrir öðrum hvorum kostinum. Þannig að það verður að skýrast á þessu vori, og ég hef rætt það síðast í gær við fleiri en einn ráðherra í ríkisstjórn Íslands, að ríkið ætli sér raunverulega að fara í þetta og setja pening á borðið. Ef að það gerist ekki, þá förum við í sérstakt hús fyrir Þróttarmann. Þetta planið. Viltu spyrja núna eftir? Já, já. 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 Sko, það lykilplagg sem á að koma fram sirka í apríl sem heitir fjármálaáætlun ríkisins. Það til 5 ára. Ég segi, ef það verður ekki peningar í þetta þar, þá meinaðu ekkert með þessu. Þannig að fyrir 1. maí, þá þarf þetta að liggja fyrir, annars ekki tillögu fyrir borgar á 5. maí. Eitthvað svona? Það óhætt að tala við með annan en 1. maí verkalýðsdagurinn, þú veist það. Aðeins bara, það eru til ýmis gögn þetta og þó ég ætla ekki að hafa einhverja mikla kynningu þessa þjóðarhöll. Það eru skref eftir í báðum húsum, hvor sem niðurstaðan verður. Það eftir að fullhanna, það eftir að bjóða út og svo framvegis. Það tekur eitthvað tíma, en ég orðið var við það að það ekki allir sem átt að sjá því hvað í raun stórhuga áform og hvaða tækifæri gætu legið í því fyrir börn og unglinga í Laugardal að þetta væri í dalnum. Og þá ekki bara að tala handbolta og körfubolta þó að það þið sannarlega, heldur líka sýnt fram á að það hægt að skipta þess upp í 9 blakvelli sem allir geta spilað á sama tíma og svo framvegis. Þetta bara einfaldlega mjög stórt gólpláss og auðvitað þannig að ég átta mig á því að því að þú spurðir svona konkrétt að sem einhvers konar stjórnmálum að þá gæti ég mætt hér og sagt bara heiðu, við förum bara í sér hús fyrir Þrótt og Ármann og salurinn hefði bara klappað. Ég held að ábyrgð okkar sé aðeins meira en þetta. Ég held við verðum jafnframt að hugsa Reykjavík í heild og íþróttir á Íslandi í heild, framtíðarsýn fyrir Laugardalinn og ég held að þetta ef að
það eitthvað að marka yfirlýsingarnar, verða veruleika, að það geti verið alveg gríðarlega spennandi fyrir þessi óbúslega stóru félög. Þannig ég ekki að biðja ykkur að klappa, ég að biðja ykkur að skoða þessi gögn og pæla þess í þessu, að því að þarna eru ansi margar flugur í einu höggi. Fyrir landsliðin, fyrir félögin, en síðast en ekki síst fyrir börn og unglinga í Laugardal. Og ég væri ekki að tala fyrir því að við gefum þessu séns nema ég var í sannfærður að þetta veri góð lausn fyrir þau, vegna þess að það er vegna þeirra sem þetta íþróttahús raðast hæst í forgangsröðinni okkar. Og bara lifið þróttur. Þetta var óvenju langur kafli íþróttamál með að við svona opna fundi, en það auðvitað gefnu tilefni og ég vonaði bara fyrirgefa mig það. Það væri eins og ég sagði í upphafi, hægt að hafa bara heilan íbúafund bara skólamálin. Því að það eru gríðarlega miklar tillögur í umsagnarferli í hverfinu bara núna. Já. Já, tökum það eftir. Já, ég var að reyna að gefa fyrstu tímasetningar allavega, en við tökum þetta í umræðunum. En aðeins leikskólana, hér 650 börn í leikskólum sem eiga það sammerkt að það gríðarlega ánægja með þetta starf. Við að taka í gegn, við að byggja við nokkra og við með áherslu á Laugardalinn í fjölgun leikskólaplássa. Og það sem að ef við förum alveg frá vestri til austurs þá að koma ungbarnaleikskóli í Bríðatún sem vissulega í jaðri hverfisins. Við með framkvæmdir í gangi á Kleppsvegi þar sem opnar nýr 6-deilda leikskóli. Við að vinna endurnýjun í Brákaborg sem mun í raun stýra þessum leikskóla líka, og við að undirbúa viðbyggingu við leikskólan Hof þar sem að réttindaráð krakkana í Laugarnesskóla gaf mér sérstaka ályktunum þegar ég kom daginn. Og svo við að undirbúa í raun færanlegan tímabundin leikskóla í Vogabyggð og meðan við að byggja endanlegan skóla þar. Kleppsvegsskólinn á áætlun þessa árs og hann á að vera klár í sumar og annar áfangi strax í lok sumar og loka áfangin á haustmánuðum. Við líka að gera heilmikið í Laugasól, skapa meðalans rými fyrir 2 deildir og þessar framkvæmdir eru farnar í útboð og framkvæmdir hefjast núna í þessum mánuði og klárast á næsta ári. Við reyndar með heljar mikið plan sem heitir Brúumbilið og gengur út á það að fjölga leikskólaplássum. Það verður lagt fyrir borgarráð á morgun. Ég get ekki farið inn í smáatriði, en það sem að kristallast í því plani að það verða fleiri leikskólapláss heldur en börn í Laugardal. Við tókum það ákvörðun að það myndi gilda Laugardalinn vegna þess að hann liggur mjög vel við að mörgu leyti og við teljum til dæmis að skólinn í Bríðatúni en hugsanlega fleiri séu skólar sem að fólk gæti vilja velja, af því að nú erum við líka í stafrænni umbreytingu með þetta umsóknarferli, þannig að fólk á að eiga mun auðveldara með að forgangsaða skólanum sem það vill. En það líka auðvitað 4 öflugir grunnskólar með 2000 börnum. Þeir hafa verið í heilmiklum viðhaldsmálum. Það heldur áfram á þessu ári, en það sem að kannski stærst í því að vegna barnafjölgunar að þá höfum við verið með skólastjórnendum og núna skólasamfélagunum að skoða bestu leiðir í því að mæta þeirri fjölgun. Og það hefur verið stilt upp 3 sviðsmyndum eins og það kallað, að byggja við alla skólana. Vogaskóli svolítið tekin út fyrir sviga, Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla. Að byggja við Langholtsskóla og Laugalækjarskóla og síðan að hugsa alveg út fyrir boxið og vera með sérstakann safnskóla á unglingastigi sem ekki hefur verið staðsettur
Og ég átti fyrr í dag frábært spjall við fulltrúa foreldrafélagana í hverfinu og ég fann svolítið svipaðan anda þar eins og þegar ég ræddi þetta við skólastjórnendur. Að fólk gríðarlega stolt af skólanum, það mjög ánægt og talar einstaka skólamenningu í hverjum skóla fyrir sig sem séu bara mikil verðmæti í sjálfu sér. Þannig að þó að sumir, ekki allir, sumir séu spenntir fyrir safnskólahugmyndinni, þá er fólk bæði hrætt við að svoleiðis hugmynd myndi tefja nauðsynlega viðbyggingar og geta ógnað einhverjum af þeim verðmætum sem felst í bara skólastarfinu eins og þeir í dag. Og ég fekk þetta svolítið vikan þar sem ég fæ mikið á opnum bréfum, en ég fekk eitt þetta frá foreldrafélagunum þar sem þau voru að skýra sín sjónarmið og þetta fer sannarlega inn í ferlið en líka raddir barnanna. Við erum nefnilega að fara að standa fyrir viðburðum þar sem við tölum við krakkana og hvað þeim finnist og sem er auðvitað svolítið nýbreytni en verður áhugavert að sjá. Frístundastarfið, ég þarf að fara að slá aðeins í því að ég ítreka, það hefði verið hægt að taka allan fundin í skólamálin en það er í sínu ferli og ég vil að það verði farsælt því að við deilum alveg þessu stolti með skólana hér í hverjum alveg sannarlega. En við teljum líka að það þurfi að vera svolítið rýmra krakkana. Þau eru bara einfaldlega orðin það mörg. Frístundastarfið er auðvitað mjög víða. Þetta eru 17 starfsstaðir, yfir 400 starfsmenn og mörg börn og þetta er gríðarlega vinsælt. Það er svo ótrúlega margt sem var ekki til í þjónustu við börn fyrir 20 árum, heitum matur í skólum, frístund, víða í borginni en þetta er auðvitað löngu orðið nauðsynlegur þáttur í lífi og umgjörð barna. Og það eru frístundarmiðstöðvar, það eru félagsmiðstöðvar og við erum að skoða ýmislegt varðandi húsnæðismálin þar í samhengi við húsnæðismál skólana. Það er líka óvenju mikið af sérhæfðu frístundastarfi sem er á þennan borgarhluta í heild sinni, upp í Öskju og í Guluhlíð og það er mikil ánægja. Hverfin eiga auðvitað sína fulltrúa í ungmennaráðum sem á að vera að leggja gríðarlega gott til og krakkarnir héðan lögðu áherslu á úttekt á hjólastólaaðgengi, talandi hlut sem skiptir máli við endurgerð og uppfærslu skóla og ég sá ekki betur í fundagerð í dag en að það verið bara samþykkt í ferli á fundi skipulagsráðs í morgun. Nú við erum að snjalltækjavæða eða tölvuvæða alla skólana, þetta er verkefni sem hefur farið lágt en í öllum unglingadeildum er hver og einn nemandi að fá snjalltæki til að vinna með og við erum að innleiða þetta á 2 árum og erum að setja líka peninga í kennsluþróunar þáttin í þessu sem er kannski sá hluti sem gleymist oft þegar við erum að kaupa græjur. Velferðarmálin eru þetta mjög umfangsmikil líka. Þjónustumiðstöð hverfisins er gríðarlega öflug, hún er sérhæfð í þjónustu við fatlað fólk en það má alveg segja að borgin snerti þjónustu við ótrúlega mörg tugþúsundir heimila í hverju einustu viku. Aftur annað sem að fólk tekur kannski ekki eftir fyrir en eitthvað klikkar sem það gerir sem betur fer sjaldnast. Og borgin er annar stærsti veitandi heilbrigðisþjónustu í landinu eftir Landspítalanum af því við erum með svo umfangsmikla og samþætta heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu. Það eru ýmist teymi sem eru út á vettvangi að vinna með fólk, jaðarsett fólk í fíknivanda, geðheilbrigðisteymi og mikið af þessari þjónustu er unnið í miklu samstarfi. Laugardalur kaus 16 verkefni, mörg frábær, sjósund í Laugarnestanga, þetta voru aparólur, grillskálar, æslabelgir, betri lýsing, körfuboltakörfur í Laugarnes og Laugalækjarskóla, gróður, bekkir, aftur betri lýsing, laga spildu sem er leiðileg, upplýsingaskilti og gera almenningssvæðin aðgengilegri fyrir þá sem eiga erfitt með gang. Frábærar hugmyndir.
svolítið merkilegt að ef það var ein hugmynd sem að sigraði þessa kosninga, þá var æslabelgur, þetta var kosið bara í öllum hverfum, eða Grafur hafi kosið 3. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig næsta sumar verður allir með einhvers konar stingi og aðeins menninguna. Sólheimasafnið eru þetta eitt elsta sérhæfða eða sérbyggða bókasafnið, þetta bara 200 fermetrar en hluti af hverfinu. Þarna erum við að spá í að hafa opið allan sólarhringinn. En það getur bara, hafi ekki vaknað nótt og bara, ég verð að fá lánaða bók. Þetta fyrir það sko. En svona er verið að þróa bókasöfnin og við erum verið að taka það svolítið í gegn að innan. Við erum líka lagaðins til í Ásmundarsafni og það er auðvitað mjög fjölbreytt og það sem er svo gaman við menningarstofnana, það er svo mikið að vinna með skólunum og eru hluti af samfélaginu sem skiptir máli. Og ég auglýsi appið sem er app fyrir útilistaverk sem gerir það bara áhugaverðar að sjá þau og elta þau og skoða þau og við erum að reyna að halda þeim svolítið betur við. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn, ég veit ekki hvort það hefur fengið þarna til að fá jólin bara beint í æð, hann var dásamlega skreyttur í desember og við erum svona smá að þróa hann alltaf og það er nýtt fræðsluhús framundan við náttúruskólinn mun nota þetta og bekkir og skólar og allir Reykjavík geta komið þarna og fengið fræðslu til 2, svo notum við þetta fyrir frístund eftir 2 og er skemmtilegt. Það er náttúrulega gríðarlega efni í annan fund samgöngumál. Aðeins vetrarþjónustuna sem ég veit að við hvílt á mjög mörgum, voru einhver 60 tæki út í dag að glíma við klakann, hann er bara mjög erfiður þegar við höfum ekki undan að ná öllum snjónum, tala ekki ef að bílum er lagt af því að þeir eru ekki hreyfðir þann daginn, þá er þetta mjög tafsamt en við erum að glíma við þetta og vonandi mun rigningin eitthvað hjálpa okkur. Hér stendur allir hverfahlutir fá sömu þjónustu, það var ekki alveg rétt í febrúar því að við þurftum að vera með meiri mannskap í austurhluta borgarinnar vegna þess að þar var snjórinn einfaldlega meiri og ef þið efist eitthvað það þá bara kikið upp í Mjódd, það eru 5 metra háir hraukarnir þar sko. En við notum ábendingavefinn gríðarlega mikið til þess að forgangsraða og við notum eiginlega líka í verktakaeftirlit því að verktakar sinna miklu af þessu og ef við fáum ábendingar þá getum við fylgt málum eftir. Nú borgarlínan, við nefndum hana áðan, hún mun auðvitað tengja borgina betur saman, hún mun auðvelda okkur uppbyggingu á svæðum þar sem að fólk er ekki jafn háði að eiga 2 bíla og jafnvel ekki neitt og við erum með sérstakann fundnir í ráðhúsum samgöngumál á föstudagsmorgun fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á þessu öllu saman. Við erum að fækka bensínstöðvum. Þetta er kort sem sýnir fyrir og eftir samningarna við 3 stærstu olíufélögin en við erum líka búin að ná samningum við Dæluna og Atlantsolíu. Við höfum verið að vinna að því að lækka hámarkshraða. Ljósgrænt eru 30 km, dökkgrænt 40, 50 er gult. Það má segja að þetta verkefni hafi tekið smá flug og ég vil nú meðal annars gefa Katrínu Atladóttur, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, ákveðið kredit í því. Hún lagði til hraðalækkun á ákveðnum götum í sínu hverfi sem er Laugardalurinn, sem er eiginlega undanfari þessara svona heildstæða plans, en núna erum við búin að lækka Langholtsveg, Álfheima, Holtaveg, Engjateig, Nóatún og Borgartún á ákveðnum köflum. Í næsta áfanga erum við að fara að lækka hraða í Súðavogi, Naustavogi, Skeiðaravogi, Gnóðavogi, Reykjavegi, Dalbraut, Laugarnesvegi, Katrinatúni, Bríðatúni, Þórnatúni, Rauðarárstíg og Hverfisgötu. Og víðast hvar erum við að fara niður í 30 en þó í 40 á sumum og það er til heilmikil úttekt sem rökstuðu þetta. Þetta þótti rosa róttækt í upphafi. Ég er miklu meira spurður okkur við göngum ekki lengra og hraðar á íbúafundum vegna þess að fólk hefur ágjör á börnunum sínum, umferðarhraðanum í götunum sinni og þannig að hámarkshraðaáætlunin er komin til að vera. Það er hjóliðaáætlunin líka, við erum að vinna eftir henni alla borg. Við erum að fara að setja Sæbraut í stokk, komum inn á það og sýnum smá myndband hérna á eftir og tengjum þá Vogana við Vogana. Það eru alveg 15 ár síðan við fórum að spá í hvernig við getum endurskipulagt Vogana og
við Andri Snær vorum í stýrihópi sem að og hann á svona þessa skáldlegu lýsingu hvort það væri hægt að setja það sem nú er kallað vistlok fyrir dýr og fólk yfir, en þessi hugmyndir er eiginlega miklu róttækari og betra að setja bara Sæbrautina í stokk og löngum kafla og þá er hægt að komast þarna þægilega á milli og við erum að fara að þvera auðvitað Elliðavoginn líka með borgarlínunni og erum að útfæra þetta núna á næstu misserum. Talandi annar mál sem getur verið efni í heilan fund sem er Sundabraut. Þar kom félagsverkfræðileg greining út á dögunum og við gerum samkomulag við samgönguráðherra síðasta sumar það að íbúar yrðu að hafa þeir í samráði, það yrði farið í vandað umhverfismat áður en það yrði ákveðið hvort það væri brú eða göng sem yrði fyrir valinu, nú eða núllkostur sem er alltaf í umhverfismati. En félagsverkfræðilega greiningin kom sterkt út fyrir Sundabrautina eins og fyrir borgarlínuna og þannig að þetta verkefni verður áfram í undirbúningi og skoðun. Það eru heilmikla framkvæmdir út allt og auðvitað við íbúðarhúsnæði en líka við skólalóðir. Sumir skólarnir hér voru í fyrstu bylgju skólalóðaframkvæmda þegar við fórum að gera þær skemmtilegri og þess vegna er bara langt síðan fór að heyrast hljóð úr Vogaskóla sem fann sín lóð ömuleg með allar hinar að þeir alltaf að verða flottar og betri eftir því sem að við höldum áfram að taka þær í gegn, þannig að nú má ég segja að við séum formlega komin hringinn og byrjuð upp á nýtt á þeim sem voru fyrst og Vogaskóli með endurgerð lóðar í fyrsta áfanga og Langholtsskóli með endurgerð lóðar í fyrsta áfanga líka. Við Kirkjusand erum við að halda áfram frágangi og við erum að endurbæta líka þar gatnamótin og erum að setja stíga og við erum að náttúrulega langmestu framkvæmdirnar sem tengjast hverfinu í nýju Vogabyggðinni en þetta er einn stærsta mér líkur við að segja íþróttaframkvæmd síðasta árs vegna þess að eins og formaður Þróttar sagði í jólaávarpi sínu sem bar titilinn Kæru verktakar að þá er orðið mikið sport hjá verktökum að kæra hvern annan fyrir útboðsnefnd eða kærunefnd útboðsmála og það hefur valdið því að það virðist stefna í frestun á þessum framkvæmdum sem hafa verið boðnar út og hafa verið fjármagnaðar við þessa æfingavelli. Það miðast allt við náum að klára þetta fyrir eða eftir Reykjavík og við vorum þegar við hittumst á dögunum að vona að við næðum þessu fyrir Reykjavík. Það gæti verið í uppnámi þannig sé alveg hreinskilinn og það var vegna þess að bættist enn einn kæran við eftir þar síðasta fund sem við áttum en okkar lögfræðingar eru búin að skila öllum gögnum og vona það besta en ég get ekki alveg tímasett hvernig þetta verður á þessu ári en þetta er á þessu ári. Nú svo er það samkeppnin Laugardalslaugina. Við erum líka að setja í loftið samkeppni fyrir skóla og frístundahúsnæði í Vogabyggð út á Fleyvangi sem í raun þessi hluti hér við hliðina á Geirsnefinu og þá verður bæði farið í samkeppni skóla og brúartengingu yfir. Þannig að ekki taka mark á hönnun á þessari brú, hún er bara inspiruð af brúnum sem þarna fyrir hinum tveimur. En svo erum við í fjölskyldu- og húsdýragarðinum eins og ég nefndi. Eitt sem gríðarlega skemmtilegt í hverfinu sem á svo réttri leið Laugalækur og Kaffi Dalur en við höfum verið með á bið meðal annars út af COVID Sunnutorg sem fór í útboðsferli. Það voru henni 9 sem að gáfu sig fram, þeir sem voru með áhugaverðustu hugmyndirnir, sumir af þeim hafa dregið sig tilbaka en það eru 2 sem eru harður á því að vilja láta á þetta reyna og keppa áfram þetta verkefni og hugmyndin núna að þetta húsnæði verði þá tekið í gegn og verði jafnvel opna strax núna næsta sumar og ég veit að við margir verið að furðast á því okkur þetta hefur beðið en það var bara metið þannig að í miðju COVID þá væri ekki mikið af peningum í lausi að gera upp og starta veitingastað en við erum þá að jinxa því að COVID sé búið og Sunnutorg
komið. Svo var skemmtileg frétt sem ég læt nú bara fljóta þetta með að góði hirðirinn að flytja sig set og færa sig yfir í gömlu kassagerðina. Ég veit nú ekki hvort það er alveg nákvæmt að birta mynd af þessu horni hússins en allavega á þessu svæði. Hraðferð yfir byggingaframkvæmdir sem tengjast Laugardalnum. Þannig verið að byggja 64 íbúðir sem verða svona með atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Guðmundar Jónassonar reiturinn ætti líka að geta farið að fara af stað. Það eru tæplega 100 íbúðir og Kirkjusandi náttúrulega mikið verið að byggja, bæði Sólborgin sem fluttir inn í Hallgerðargatan sem þar sem Bjarg byggði, Stuðlaborgin sem fluttir inn í, en svo að rísa Hallgerðargata 1 þar sem verður leikskóli á jarðhæðinni og mun líta nokkurn veginn svona út. Á Arit svokallum, það er raun gamli Íslandsbankareiturinn. Þar var haldin samkeppni og þá að endurgera Kirkjusandshúsið sem samt er mjög skemmt, þannig að það flyst aðeins fram á reitnum og koma íbúðir þar á bakvið. Og F-reiturinn sem verður fyrir atvinnuhúsnæði, þar erum við reynda með fyrirspurnum að fjölga íbúðum, en hugsanlega verður þetta hótel. Það bara hlaupa mjög hratt yfir þetta útlit eins og verður endanlega. Hér á Íreit er í uppsiglingu samstarf Öryrkjabandalagsins og Búseta til þess að koma þess af stað. Nú í Norðurbrún 2 var niðurnýttur hverfiskjarni sem er að fá andlitslyftingu 7 íbúðir þar, svona nokkurs konar raðhús sem virka bara snotur. Grensásvegi 1 gengur nokkuð vel að byggja sýnist okkur og þetta er svona kannski fyrsti áfanginn í endurnýjun Skeifunnar. Grensásvegurinn allur hefur auðvitað verið svolítið að æða áfram og það sama má segja Mörkina, en í Vogabyggðinni er mesti krafturinn. Ég vonaði fyrirgefið mér að ég fari mjög hratt yfir þetta, ég bara vildi enga síður gefa okkur bara mynd af því að þarna er verið að byggja aðra hverja lóð og heilmikið í vændum. Það eru 166 íbúðir komnar á markað, 377 í byggingu og 126 sem er líklegt að fara í byggingu núna á allra næstunni. Og við setjum þessar glærur á vefinn þannig að þið geti kíkt á þetta þeir sem eru forvitnir að skoða. En ég sjá bara þessi svona framandlegu götunöfn koma þarna hvert af öðru og það er bara komin hús við Arkarvog 2-15 svo dæmis er tekið. Og við erum að fara í Hadnin og Pálmatríin frægur, við veitum ekki alveg hvað þau eru í sig, en þau eru höfð hér með til gamans. Í Kuggavogi 2 er byrjað að steypa 91 íbúð, verður svona. Og ég skora okkur að rölda hérna eða rúlla á bílnum, það er mjög gaman að kíkja á þetta. Og alltaf eitthvað nýtt sem er búið að gerast þegar maður mætir. En þetta er auðvitað hraðferð enda og bara til að nefna örstutt að Sundahöfn er með umhverfismat í vinnslu fyrir framtíðarþróun hafnarinnar. Það eru ýmis áform meðal annars sameiginlegt húsnæði fyrir almannavarnir, björgunarsveitir, ríkislögreglustjóra, lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, slökkvilið og viðbragðsaðila, kallað, einhverju kölluðu þetta nú löggarða, ég veit ekki alveg með það nafn, en það er þarna allt undir einu þaki. Og það má eiginlega segja að mjög mörg þessi verkefni koma saman í því sem við köllum græna planið sem er samblanda af réttum viðbröðum við COVID með auknum fjárfestingum og að fjárfesta þá í grænni þróun borgarinnar, flýta henni eins og við getum með áherslu á þá efnahagsmál, umhverfismál og samfélagið, á fólkið, skólana, menntun og það sem að þróar heilbrigða borg.
og í þessu erum við þá að fjárfesta til framtíðar og aðeins í lokin, Ævar kemur betur inn á það að svo viljum við fara í samtal núna næstu misserin hverfiskipulag fyrir Laugardalinn, þar sem að heildarskipulag fyrir Laugardalinn og mjög margir aðrir þættir munu þá mynda heila heild og krakkarnir gera módel. Þetta búið að vera nokkuð langt, yfirgripsmikið, efni í marga íbúafundi, ég fyrstur til þess að viðurkenna það, en ég hlakka bara til að taka þátt í umræðum og svara spurningum hérna eftir. Vogatorg mun nýta Vogahverfi og Vogabyggð í samfellda heild eins og slaufa í byggðameistrið yfir Sæbrautarstokk. Fyrir ólgandi umferðarfljót sem hamlar tengingum Vogahverfis í Vogabyggð. Nú verður skýrt afmarkað borgartorg umlykið þjónustu með frjálsu flæði gangandi og hjólandi. Vogatorg lykillinn að því að tengja Vogahverfið Voginum sem það nefnt eftir. Ennfremur Vogatorg mikilvægur tengipunktur í almenningssamgöngukerfi borgarinnar. Með tilkomu Sæbrautarstokk verða til öruggar og greiðar gatnatengingar á milli Vogahverfis og Vogabyggðar. Lögð áhersla á þétt net, göngu og hjólastíga. Almennt gert ráð fyrir 2 til 5 hæða byggð sem nýtir saman þau hverfi sem umfaðma Vogatorg. Vogatorg verður fjölbreytt miðsvæði með verslun, þjónustu og atvinnuhúsnæði í bland við fjölbreyttar íbúðagerðir. Við sjálft Vogatorg gert ráð fyrir nokkri hærri kennileitisbyggingu sem verður sýnileg frá nálægum hverfum og þeim fjölförnu umferðaræðum sem í nánasta umhverfi. Byggðarmynstur nokkuð fjölbreytt en lögð áherslu á að ný byggð falli vel að fyrirliggjandi byggð. Jafnframt lögð áherslu á að tengja Elliðaárdal og Laugardal með samfelldum grænum innviðum. Með þeirri áfangaskiptingu sem hér sýnd reynt eftir fremsta megni og komið í veg fyrir að bílaumferð verði fyrir of miklum töfum meðan á framkvæmdum stendur. Hæðarsetning Vogatorgs brúar á áreynslulausan hátt hæðarmun frá Suðurlandsbrauti í vestri til brúar yfir Elliðaárósa í austri. Vogatorg samgöngutorg og einn megintengipunktur borgarlínu. Vogatorg jafnframt hringið af mannlífs, verslunar, þjónustu og atvinnu sem þjónar 9 tímum í þróun Reykjavíkur. Vogatorg kennilit í borgarmyndinni, veglegt en þó hæfilega stórt, skjólsælt og sólríkt torg. Jæja, hvað segið þið? Erum nokkuð búin að fá alveg nóg af myndböndum? Við erum með eitt stutt hérna sem að Stefán Hrafn Hagalín, þar sem hann talar Laugardalinn, og þegar að við erum búin að fá að berja það augum, þá ætlar hann Ævar Harðarson, deildarstjóri hverfiskipulags Reykjavíkurborgar, að koma og segja okkur svolítið frá þessu hverfiskipulagi. Við erum rosalega mikið að tala skipulag, svona eins og koma því að, og það eðlilegt því það gríðarlega mikið að gerast í Laugardal og það miklu meiri aðkomu eða möguleikar fyrir íbúa á aðkomu heldur en hefur verið. Þó þetta sé svona aðeins að byrja hjá okkur, þá það alltaf að eflast og við erum að vinna í því og þetta náttúrulega bara einn fundur en það ekki þar með sagt að samtali verði búið og það eru mjög stórir hlutir að gerast sem eru held ég að mestuleyti til mikil að heilla fyrir dalinn og þó að þið fáið ekki tækifæri til þess að spyrja allt sem við spyrjum, kannski núna á fundinum og þá samræðan bara rétt að byrja. Þannig að þá það myndbandið af Stefáns Hrafns Hagalín og ég ætla ekki að hafa fleiri orð það. Í bil. Ég heiti Stefán Hrafn Hagalín og bý við Laugarásveginn í Laugardal. Við höfum búið í Laugardalnum í meira og minna í 30 ár. Við höfum alveg 5 börn. Og þau hafa gengið í alla skóla í hverfinu, Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og
verið í þrótti og ármanni og taekwondo og öllum tegundum íþrótta og við náttúrulega nýtum okkur alla aðstöðuna sem þar, sundlaugarnar, líkamsræktina, fótboltavellin alla og ég mjög djúpur inn í þrótti, flauta kannski 100 leiki á ári og með Old Boys þar líka, við spilum þar 200 strákar, æfingar alla daga vikunar, mjög skemmtilegt. Þetta mikill heiður að bæði geta flauta svona mikið og geta hlaupið svona mikið og svo heiður bara þjóna hverfinu. Við hlaupum dalinn, við löpum dalinn, við nýtum okkur kaffihúsin, sundlaugarnar og hvað sem í kringum þetta og við erum líka með 2 barnabörn, annað býr rétt hjá dalnum og hitt í Álfimunum og ég held að það fer núna á leikskóla við hliðin á blokkinni og fer síðan kannski í skólan rétt hjá og fer kannski yfir í þrótt og gæti búið svo vel að nema þegar það röltir yfir götuna til af og ömmu að þá þarf það aldrei að fara yfir umferðargötu. Stóri kosturinn við það að búa við Laugardalinn náttúran og síðan bara auðvitað Elliðaárdalurinn og þaðan stutt í hvað eina. Það mikil þjónusta inn í hverfinu og svona í jaðrinum við Laugardalinn, Holtagarðarnir og Skeifan, stutt upp í Kringlu, stutt niður í miðborg. Það eru konar mathallir, það eru skemmtilegi barir þarna og síðan auðvitað líka bara hótelin þarna rétt hjá, þannig að þetta stutt í allt að fara. TBR og skógagöngin, grasagarðurinn, þetta eru svona uppáhaldsstaðir og svo lítill malarstígur sem hlykkjast miðjan Laugardalinn. Þar lítið rjóður með háum grenitrjám sem eru svona kannski, ég veit ekki, 30-40 ára gömul. Þarna á þessu malarstígi giftum við okkur fyrir einhverjum 15 árum. Þau voru í svona 200 metra fjarlægð þegar þau sáust fyrst. Þá sagði ég trompetleikarinn að koma fram og byrja, þannig að hann spilaði Here Comes the Bride kannski 10 sinnum á leiðinni, þannig að þetta var mjög skemmtilegt augnablik. Við höfum núna verið í Laugardalnum í 30 ár, ég og kona mín, en ég sé nú ekki fyrir mér annað heldur en við verðum bara í Laugardalnum aðra 3 áratugi og klárum kannski sprettið síðan bara upp á Hrafnistu. Ég klappa alltaf kvenna hæst sko, en nú get ég ekkert klappað, þannig að þið er bara ímynd ykkur að þið klappið bara fyrir mig. En mér finnst rosalega gaman að sjá þetta. Þá það hann Ævar Okkar Harðarson, deildarstjóri hverfis skipulags Reykjavíkurborgar, hvorki meira en minna. Frábær gaur, einhver að segja. Ég tiltölulega nýbúin að kynnast honum. Þannig að Ævar, gjörðu svo vel. Já, góða kvöldi. Ég þakka fyrir hrósið. Vona ég eigi það skilið. Ég ætla sem sagt að tala við ykkur hverfiskipulag og hverfiskipulag í Laugardal. Og svona aðeins fara yfir hvað hverfiskipulag gerir ráð fyrir því að ykkar viti hvað það en önnur ekki, hvað við áætlum að fara að gera og svona eitt og annað. Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt þannig að þið geti spurt borgarstjórinn á eftir. Hverfiskipulag, það sem sagt deiliskipulag fyrir gróna byggð. Við erum að setja á skipulag fyrir svæði það sem skipulagur gamalt. Við erum að taka mið af óskum íbúa breytingar. Við erum að innleiða það sem við kallum 7 lykilstóður vistvæna byggð. Hvernig getum við gert hverfin vistvænni, meira sjálfbær og heilsusamlegri. Það verið að reyna að bæta þjónustu í hverfunum. Bæta hverfiskjarna og þar fram eftir götunum og svo verið að innleiða það sem við kallum hverfasjá sem getur þá auðvelda svona upplýsingaleit og hvað má gera við sínar eignir. En þetta byggist allt saman á því sem við kallum 7 lykil áherslur vistvæna byggð og það svona, þetta grundvallartæki í allri þessari hverfiskipulagsvinnu. Þetta kemur úr aðalskipulaginu 2010 og tekur á þessum lykil þáttum eins og samfélaginu, íbúasamsetningunni, gæðum byggðar, samgöngunum, vistkerfi og minjar, orku og auðlindum, menningum og náttúruvá.
og við notum þetta tæki sem svona einslega skátlisti til þess að greina styrkleika og veikleika hverfanna, gerum síðan mótum svona hugmyndir, tillögur og andanum eru settir skilmálar. Það verið að vinna hverfiskipulag fyrir alla borgina og það eru 10 borgarhlutar. Við erum þegar búin að gera hverfiskipulag í Árbæ, gerum það 2019, í fyrra, sem 2021, þá kláruðum við hverfiskipulag í Breiðholti, það er semst bara í afgreiðslu hjá skipulagsstofnun og tekur vonandi gildi bara á næstu dögum, vona ég, og nú erum við semst að vinna í að klára hverfiskipulag í Háleiti bústöðum og Hlíðum sem við vonandi komum í samþykktarferli í vor og síðan erum við rétt að byrja þá á hverfiskipulaginu í Laugardal. Þetta byggir sem sagt allt á því sem við köllum lýðræðisstefnu Reykjavíkur og það er samráð mjög mikilvægt. Það er sem sagt skilgreint vinnuferli þar sem við svona leitum álits íbúa og hagsmunaaðila og hleypum þeim á borðinu og það eru þessir svona 4 lykilþættir. Við erum komin til að hlusta, við rýnum, við breytum út frá því og síðan miðlum við því og þetta er svona hringrásarkerfi sem við förum mörgum sinnum í gegnum í þessum ferli. Við skiptum þessu samráðsferli í 3 fasa. Við erum sem sagt hérna í Laugardal, við erum sem sagt alveg á byrjunarreit. Þessi vinna okkar, hún byggist á aðalskipulaginu 2010-2030 og nú komin breyting við það sem heitir aðalskipulag Reykjavíkur 2040 og þetta er algjör forsenda í þessari vinnu. Laugardalurinn í þessari vinnu, svona skipulagstæknilega, þá skiptum við Laugardalnum borgarhluta 4 í 3 hverfi og við köllum þau Laugarneshverfi, við köllum þetta Langholtshverfi og Vogahverfi. Laugardalurinn sjálfur er með sérstakt deiliskipulag og eins er þetta með hafnarsvæði. Svo eru ákveðin svæði sem ég ætla nú að geta að fara inn á núna en það er ákveðin svæði sem til dæmis eins og Mjóddin sem er fyrir utan hverfiskipulag, við erum ekki að setja skilmála það. En þetta eru sem sagt 3 hverfi, hvert sitt fær hverfiskipulag en síðan eru náttúrulega halda þessar einingar sér, tún, teigar og lækir, Skeifan, Merkur og Vogar og Heimar. Þetta heldur sér allt saman en við skiptum þessu í vinnunni ennþá minni einingar þar sem við setjum skilmála. En þetta er einhver atriði sem skiptir ekki alveg máli núna í upphafi vinnunnar. En sem sagt, við erum á byrjunarreit í Laugardalnum. Við byrjum með autt blað eins og við segjum fyrir utan forsendurnar sem kom frá aðalskipulaginu. Þetta er svona það sem við sjáum fyrir okkur að gera og höfum gert og ætlum að gera. Við höfum sem sagt kynnt þessar áætlanir vinnu við hverfiskipulagi í Laugardal fyrir skipulags- og samgönguráði. Við kynntum þetta fyrir íbúaráði og íbúasamtökum. Við opnuðum kynningasíðu 17. febrúar á þessari vefslóð. Það er gríðarlegt efni, það er allt þetta efni sem Dagur var að fara í gegnum. Það eru íþróttamannvirkin, það eru skólamálin, það eru samgöngumál og fullt af atriðum og við erum hérna á þessum íbúafundi núna. Við erum að byrja með vinnu inn í grunnskólanum í svona það sem við kallum skapandi samráð í næstu viku. Síðan ætlum við að vera með svona lýðræðisviku og opið hús 21. til 25. mars verðum þá tekið frá svæði þarna eða rými undir stúkunni í Laugardal. Við erum með netkönnun og erum að safna hugmyndum og ábendingum frá ykkur og síðan þegar þessu tímabili sem við segjum að standi til svona 4. apríl þá ætlum við að vinna úr þessu og halda síðan áfram. Þetta er sem sagt svona þessi fasaskipting sem við erum að vinna eftir. Okkur langar mjög mikið að ná sambandi við áhugasamt fólk sem við köllum eldhuga í hverfunum til þess að vinna með okkur. Við ætlum að vera með þetta sem við köllum skapandi samráð í grunnskólanum, íbúafundi, netsamráð og svo rýnihópa í þessum fyrsta fasa. Eldhugar, þetta var hugmynd sem við
höfum verið með áður en svo sem höfum ekki komið í framkvæmd, ætlum að prófa þetta hérna og þetta gengur út á það að fá einhvern góðan hóp mjög áhugasamra íbúa á öllum aldri. Við viljum gjarnan ná í yngra fólk og allalið upp úr og konur og kalla og til þess að vinna með okkur. Við sjáum fyrir okkur einhvern svona 30 manna hóp sem væri með allan tíman. Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í þessu geta sendt okkur tölvupóst á eldhugar.hverfiskipulag@reykjavík og svo á netfang íbúasamtakana. Gjarnan að setja með heimilisfang og tölvupóst og svona áhuga svið. Þannig að við bindum vonir við það að við heyrum í áhugasömum á öllum aldri. Þetta skapandi samráð sem við köllum, það byggir á enskum skipulagsaðferðum í samráði sem kallast Planning for Real og það er mikil reynsla af þessu. Við höfum notað þetta yfir 20 skólum, það eru yfir 2000 krakkar sem hafa farið í gegnum þetta. Þau byggja svona módel af hverfinu sínu undir okkar leiðsögn og síðan fá þau tækifæri til þess að koma skoðunum sínum á framfæri í gegnum svona sérstakt miðakerfi og það eru verkefni inn í skólunum. Við erum sem sagt að byrja í þessum 4 skólum í næstu viku með að vinna þessa vinnu. Og þetta eru svona tímasetningarnar. Við höfum verið að skipuleggja þetta í samráði við skólastjórnendur og kennara. Þegar að þessari módelvinnu og lýðræðisstarfi með krökkunum lýkur, þá ætlum við sem sagt að safna saman þeirra vinnu inn í rýminu þarna undir stúkunni, þar sem bókamassan hefur verið, raða þessu upp og hafa opið hús og þar geta allir íbúar mætt, komið á framfæri sínum skoðunum, rætt við okkur, við verðum með gögn þar og vonum að heyra frá sem allra flestum hvað þeir vilja bæta, breyta, hvað er gott og þar fram eftir gottunum. Það er í gangi hjá okkur svona netkönnun sem er í þessu netsamráðstæki sem heitir Mapsjóner. Þetta er finnst kerfi sem margar stórborgir víða heim nota og við ætlum að vera með nokkrar svona kannanir í Laugardal. Það er í gangi núna könnun sem gengur út af það að skoða hvaða rými, opinber rými íbúar að nota og svona ferðaleiðir. Svo vinnum við úr þessu. Það er háskólaverkefni tengt þessu en við komum sem sagt, gerum fleiri svona kannanir. Þegar að þessum fyrsta fasa lýkur, þá förum við yfir í annan fasa og þá á grundvelli þeirra skoðana og hugmynda sem við fáum frá ykkur í fyrsta fasa, þá útbúum við svona vinnutillögur. Við vorum í svona fasa fyrir áramót í Háleiti og Bústaðahverfi og Hlíðum. Það var gríðarlega mikil þáttaka og mikill áhugi að skipta skoðanir og alls konar sjónarmið. Tókst bara mjög vel. Við erum að vinna úr þessum gögnum og sem sagt betrum bæta þá skipulagstillögurnar til þess að geta farið þá inn í síðasta fasan sem er þá þessi 3. fasi sem er þá loka vinnufasin í hverfisskipulaginu og þá erum að leggja fram lokatillögur og aftur hafa íbúarnir og núna hafa þeir tækifæri til að koma framfæri svona formlegum athugasemdum. Það verður haldir íbúafundir, við verðum með viðveru, við verðum sýningu í hverfinu. Þetta er svona það sem er framundan. Við erum semst að leita eftir hugmyndum ykkar. Við erum að fara að auglýsa verklýsingu eða skipulagslýsingu. Hún er langt komin og þið fáið tækifæri til þess að fara yfir hana og hún lýsir svona vinnunni sem er framundan og við erum sem sagt að gera ráð fyrir því að þessum fyrsta fasa ljúki núna í vor og munum þá stefna því að með haustinu, sumar haust, að leggja fram þá vinnutillögur og svo vonandi getum við undir lok árs komið með lokatillögur eða í versta falli á vormánuðum. Við erum með okkur í þessari vinnu hverfisskipulagsráðgjafa, þetta eru hæfir skipulagsráðgjafa, þau heita Hjördís Sigurgísladóttir og Dennis Jóhannesson.
og Oddur Hermannsson og Svanhildur Gunnlaugsdóttir, þau eru hérna í salnum. Þetta eru arkitektar og landslagsarkitektar og reynt fólk. Ég vil nefna það að Hjördís og Dennis, þau teiknuðu viðbygginguna hérna við skólan og við erum bara heppin að hafa þau með. En þetta sem sagt ferlið framundan og við vonumst til að sjá sem mest af ykkur í hérna núna næstu vikum og eiga við ykkur bara gott samtal. Takk fyrir. Takk að ver. Jæja, þið eru örugglega einhver fara að langa til að spyrja. Það sem að hvílir á okkur og nú erum við einmitt að fara að gera það. Ég ætlaði bara rétt að nefna að því að ég sá í Árbænum fyrir nokkrum árum þegar að krakkarnir voru að byggja módelin sem að Ævar var að tala í hverfiskipulaginu og þetta var algjörlega æðislegt. Og þarna voru þau sem sagt að skipuleggja sitt umhverfi alveg frá núlli. Við erum með, ég ætla að biðja ykkur þegar þið viljið spyrja, rétt upp hönd, nefna nafnið ykkar og þá verður komið til ykkar með hljóðnema. Kannski vera búin að forma spurninguna og hafa nú svolítið knappa þannig að sem flestir komist að. Og ég held að sé ekki eftir neina að bíða, er það nokkuð? Megum ekki byrja? Gjörið þið svo vel. Rétt upp hönd og nefna nafnið. Já, sæl Sigríður heiti ég. Og takk fyrir virkilega góða yfirferð og bara margt spennandi að gerast og hefur verið að gerast og bara gott að fá svona alveg innsýn inn í öll þessi mál og skólamál og meira. En það sem mér langaði bara kannski helst að spyrja núna er hvenar krakkarnir í hverfinu fá innanhús aðstöðu í Ármanni og Þrótti. Þannig að það er svolítið, þú veist, það eru þessar tvær stóru hugmyndir, þjóðarleikvangur og það er hinn hugmyndin sem þú varst búin að funda með Þrótti í mars í fyrra þá sérhús fyrir Þrótt og Ármann. Getur bara, þú veist, útskýrt tímalínunar ef við förum þessa leið eða verður bara að fara í þjóðarleikvang, þú veist, hvernig getum við, bara svo getum séð framtíðina fyrir okkur í þessu, bara hvenar krakkarnir geta farið að æfa innan dyra. Ég get allavega reynt og það sem að liggur fyrir er að viðgerðinni á Laugardalsvöll lýkur miðjan ágúst og þá kemur það hús inn. Það sem gerist líka í sumar er að Fram flytur úr Safamýrinni upp í Úlfarsárdal. Ég nefni það vegna þess að við vorum að ræða þessa tímalínur á fundi með forsvarsmönnum Þróttar í hádeginu og þau lögðu áherslu á það að þetta væri raun 3 verkefni. Í fyrsta lagi þyrfti að fá úr því skorið hvort að það yrði af þjóðarhöll, hvort að ríki myndi eitthvað með áhuga sínum á því og ég gaf upp tímalínuna fyrir það hérna áðan. Í öðru lagi þyrfti síðan að full hanna hvor kosturinn sem yrði ofan á og það tekur eitthvað tíma og það er allavega talið í misserum, mér finnst þau nokkur svartsýn en það er ekkert óvarlegt að telja það verið einhver ár. Þannig að þriðja stóra verkefni og það er líka brýnt er að leggja fram gott plan hvernig æfingum og keppni verði háttað þann tíma sem óneitanlega líður þangað til annað hvort húsið og það var rætt það á fundunum í dag að setja strax yfir það verkefni. Þannig að ég bara þori ekki að nefna 2, 3, 4 ár skilur því að við höfum náttúrulega séð bara í þessum útboðsferli núna að þetta getur verið fljótt að tefjast. Þá maður vilji gjarnan að þetta gangi bara eins rætt og hægt er og við munum leggja allt sem í okkar valdi stendur til þess að það gerist. Já, ég heiti Grétar, tala fyrir hönd stjórnar Foreldrafélagsins. Takk fyrir fundin í dag og takk fyrir þennan fund, mjög upplýsandi og margt gott. Við höfum dálítið áhyggjur af skólanum okkar, hann er löngu sprunginn. Það er búið að vera ferli sem er kannski síðan 10 ár. Það stefnir mjög hraða þéttingu byggðar, mjög hraða fjölgun nemenda ofan á það sem að hingað til við höfum verið að sjá, kannski bætast við 100 nemendur næstu 5-10 árum, sem er umtalsvert. Í sviðsmyndagreiningunni sem kannski fekk litla athygli á sem fundi, svo útskýrir aðan, það var engin tímalína. Við höfum aðeins áhyggjur af því og við höfum líka áhyggjur af því að þetta mál fá ekki þann forgang og fara ekki nógu ofarlega á forgangslista borgaravilda. Þannig við kannski biðjum aðeins að ræða þetta við okkur. Og svo viljum við bara aftur þakka fyrir samtali og við viljum halda því virku hérna frá.
Já, bara sömuleiðis, það var mjög skemmtilegt að sitja með fulltrúum foreldrafélaginu í dag og fara yfir þetta og mér finnst það vera mjög mikill samhljómur í ykkar sjónarmiðum og skoðunum og ég tek það bara með mér inn í samtalið í okkar hópi þegar við fáum einhverja úrvinnslar tillögunum frá skóla- og frístundasviði. Ferli framundan sem þetta við erum að klára þennan samráðsþátt núna, það svolítið 30.000 fetum. Það liggur einfallega fyrir að allar sviðsmyndirnar munu kosta á bilinu 9 til 12 milljarðar. Það segja eftir aðeins hvað valið, en að því að þetta svo stórar hugmyndir og þetta framkvæmdir sem við ætlum að búa með til langs tíma, að þá var ákveðið að stíga aðeins skrefið tilbaka og athuga hvort það væri einhverjar lausnir sem að væru mögulegar sem að engum hafði hugkvæmst. Og þess vegna nú þetta ferli. Og sem borgarráð eða borgarstjórn ákvað það fyrir jól að setja upp forgangsröðunarhóp kjörinna fulltrúa og það hvar væri brýnast að bera fyrst niður varðandi viðbyggingar í skólum í Reykjavík. Og það margt sem bendir til þess að þessa viðbyggingar verði með þeim fyrstu vegna barnafjölda. Það svolítið eins og ég var að lýsa niðurstöðunar á öllum þessum nýju leikskólaplássum sem komin í framkvæmd. Þau svo mikið hér og í Vesturbænum vegna þess að þar hefur barnafjöldin vaxið meir en annar staðar og það kannski skólarnir sem að væru fyrstir í forgangi. Svo verðum við, og ég líka þar meðal að virða bara að þessi hópur að hittast, hann að stilla upp matskvörðum til þess að raða þessum. Við með heilmikla peninga inn í okkar fjárfestingaáætlunum til þess að fara í þessi verkefni, en þau munu alltaf taka einhver tíma en þetta verður þeim markvissara sem þetta betur undirbúið, þannig að ég ansi stoltur og ánægður með mitt fólk hvernig að þessu staðið, þegar að segja bara I want that one og svo bara vaðið af stað og síðan fara 2 ári í eitthvað rifrildi. Já, takk fyrir góðan fund. Ég heiti Lilja Sigrún Jónsdóttir, formaður íbúasamtaka Laugardals og ég með nokkra punkta frá stjórninni sem mér langar að koma framfæri. Það kannski svona að hluta til komin nú þegar, það að segja þessi umfjöllun þörfina fyrir uppbyggingu á skólahúsnæði í hverfinu og leikskólanum. Eitthvað eins og lýsir í pípunum en enga síður spurningu tímarama framkvæmt og hvað þangað til, hvaða lausnir. Að leysa úr málum fólks. Við verðum að taka mið af því, við erum í þéttbýli hverfi og svigrúmið getur kallað á frumlega lausnir, getur við sagt. Íþróttahús fyrir börnin í hverfinu vissulega mikilvægt, en það ekki bara spurning með íþróttahús fyrir Þrótt. Við þurfum að hugsa að aðgengi barnanna sem eiga að sækja fá skólaskyldu kennslu í íþróttum, að þau hafi húsnæði og það þarf að leysa það. Ég ætla ekki ég veit að þessi umræði nýting á húsnæði fyrir Þrótt geti nýst fyrir skólan allavega við þessum enda byggðarinnar en það annað. Varðandi dagvistun ungra barna í hverfinu, þá grunar mig að íbúarnir gjaldi svolítið fyrir hvað verið miðsvæðis í Reykjavík, að það að mér skilst ekki forgangur íbúa hér í leikskóla í hverfinu og það getur verið til vandræða fyrir að fólk nýtir sér það þá að sækjum fyrir börnin sér hér en það býr kannski út hverjum. Þannig að ég velti því upp hvort að það sé eitthvað sem væri gott að huga að. Það mjög skrítið að fólk þurfa að fara með börnin sín á 2 leikskóla. Já, það tímaraminn, það uppbyggingin, þjónustan og forgangur þá í dagvistun. Það þetta. Ég veit að uppbygging á formun fyrir íbúa í Vogabyggð og Skeifunni sömuleiðis. Það líka spurningar af þessu tagi, ég vil bara draga það fram. Ég held ég þurfi ekki nefna Sundabrautina en auðvitað viljum við samráð og höfum svo sem alltaf geta gengið að því og treystum á að það verði áfram. Það síðasta, það fyrir hverfaskipulagið, þetta verður náttúrulega mikil eftirvænting að taka þátt í þessari vinnu, allir jákvæði gagnvart því. Nú þegar 13 eldhuga komnar á lista hjá íbúasamtökunum og vantar unga karlmenn og í hópin en látið sjá ykkur. 2 áherslu þar, annars vegar þá við viljum ekki íbúðabyggð í Laugardal, það náttúrulega alveg útgangspunktur hjá stjórninni og hitt væri svo að
við sjáum þar fyrir að skilgreina hlutverk Laugardalsins fyrir íbúa. Það er að segja hvaða notum muni íbúar hafa af dalnum og hvað ekki. Takk fyrir. Takk fyrir. Að þumalputtaregla, maður getur bara munað 3 hluti, þannig að þú hjálpa mér ef ég glemt einhverjum á punktunum, en þarna voru nokkri punktar dagvistina og ég ekki með gögnin í huganum það hvort það sé mjög mikil brögð á því að utan hverfisbörn séu innum frábæru skólum í Laugardal. Það kemur ekki óvart eins og þú segir. En þá get ég eins og ég nefndi áðan glatt með því að plani núna að í raun verði byggð fleiri rými í Laugardal heldur en börnin eru. Og áætlanir ganga út frá því að í september á þessu ári verði hægt að taka inn öll 12 mánaða börn og þá verða 260 pláss laus. Þannig að þá hægt að taka inn októberbörnin sem verða síðan 12 mánaða í október. En svo sneiðist á þetta, skiljiði, og 2023 verður ennþá meira sveirum, þannig að við erum að færast býsna hratt að þeim markmiðum sem við höfum gefið út varðandi það að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla. Varðandi þarfir nemenda fyrir íþróttahús að þá hefur það alltaf verið hluti af umræðunni hér í hverfinu og tíma var ósamstæð þessa hluti. Ég hef skilið það svo og það mótmælti engin hvorki á fundinum með íþróttafélögunum né foreldrum í dag að það býsna góð samstæðan það að byggja yfir þessar þarfir á sama stað, það að segja félagana og skólana, að því gefnu að það sé svona á þessu þróttarsvæði, til dæmis á bílastæðinu á Þrótti eða með þessi þjóðaröll á þessum stað. Dæmin sem voru nefnd í þessum umræðum var að það væri vont að hugsa til barna sem væri að fara yfir í íþróttahús fatlaðra, þar að segja yfir Kringlumýrarbraut og í þá áttuna. Þannig að þetta var deilumál en það kannski ekki allir sem áttu að sjá því að það beinlínis rekstrar grundvöll, það mikilvægur púsl í rekstrar grunn fyrir íþróttahús að það sé skólastarðar á daginn. Því að æfingarnar eru meira seinnipartin. Þannig að við erum sannarlega að hugsa líka þarfi nemenda þegar við erum að hugsa þessi mál og viljum hafa þetta gott. Varðandi Sundabraut að þá bara kvitta ég undir það eiginlega búið að bara tryggja það að það verði samráð við fólk á öllum stigum og allir kostir skoðaðir og sérstaklega skoðaðar þessar áhyggjur fólks af neikvæðum afleiðingum. Það ekki búið að velta fyrir sig, byrju hvað með Holtaveginn, hvað með þetta, hvað með hitt, þetta loka búið til bottlanga eða hvað? Ef einhverjar útfærslu verða ofan á, þetta hlutir sem gætu komið til skoðunar í vinnunni áfram. Nú það kannski 5. atriði sem ég búin að gleyma. Við höfum ekki talað sérstaklega Vogabyggðina og Skeifana, þessi íbúa þar og skóla húsnæði og Ég bara alveg hárrétt. Ég nefndi það, við erum að fara í samkeppni framtíðarskólahúsnæði, við erum að setja svokallaða ævintýraborg sem færanlegur leikskóli bara strax í Vogabyggðina og við sjáum þegar við ákváðum að kaupa þú og ég eða ég og þú eða hvað það hét og gera leikskóla við Klessveginn, já, einmitt. Þú manst eftir því. Að þá vorum við fyrirgefðu að þá vorum við með þetta aðeins í huga að þetta frábær staðsetning bæði fyrir Laugardalshverfið en líka fyrir Vogabyggðina fyrsta kastið. Svo líka Brákaborg bara frábær skóli og muna bara ekki að stjórna þessum líka. En auðvitað þarf að hafa augun á öllum þessum þéttingarreitum. Það ekki alveg einfalt að spá fyrir hverju flytja hvert. Það svo merkilegt. Dæmi sem ég nefni oft að við tókum frá heila skólalóð fyrir grunnskóla í Sóltúninu. Þið vitið hvað Sóltúnið það sem hjúkrunarheimili, út af regnbogablokkunum sem það voru kallaðar, sem komu fyrstar. Það flutti heilt barn inn í regnbogablokkinnar og þeim hefur ekki fjölgað mikið síðan. Og við erum bara, og svo bara fekk Valdorfskóli þarna eitthvað hotn, en það bara, maður lærið af reynslu að það svona vandi að spá það hvar börn flytja inn, hvar þetta fyrst og fremst eldra fólk að minnka við sig en
En Laugardalurinn vinsæll og þá erum við ekkert endilega að hugsa nýbyggingar, þetta bara henda fjölskyldufólki ótrúlega vel þessi gömlu góðu íbúðir sem hérna í alls konar formum og gerðum út allt. Ég held að ég kom með þetta núna. Hæ, Björn heiti ég, takk fyrir fundin, það mætti vera árlega og ég er með nokkur atriði sem ég sendi. Nú þú að jinxa COVID, sko. En já, ég sendi nokkra púnta en aðalatriði sem ég langaði að spyrja var með Laugarnestangan. Þetta eitt svona fallegasta svæði hverfisins. Þetta hverfisvendað, það friðlýstsvæði þarna og aðal upplifun á þessum stað tengingin við Viðey. Þú horfir á Viðey, þetta sama heildin, landslagsheildin. Og svo var sett þarna 3,5 hektar af landfyllingu núna að þess að nokkur íbúi lofa mér að fullur að vissi af því. Það var tilkynnt einhvern veginn inn í Sundahöfninni og nú stendur til að gera aðra landfyllingu við hliðina og byggja fullt ofan á þessu. Þannig að ég hefði viljað að þetta hefði kynnt heildarverkefni sem árendar að gera samkvæmt lögum umhverfismat og þetta hefði verið kynnt fyrir íbúum og heildstætt hvað á byggja mikið landfyllingu og svo skoðaði möguleikinn á því að hafa þetta sem grænt svæði. Má ekki skoða þann möguleika líka? Hvernig hægt að koma því í kring að sá möguleiki sem skoðar og ég myndi reyndar að vilja að Viðey sé bara hluti af hverfinu, inn í hverfisskipulaginu. Þetta beintenging og þegar landfyllingin komin núna fyrir, þú sér svona helmingina Viðey núna eftir að hún kom, en ef það byggt ofan á, þá sérðu bara ekki Viðey lengur. Þannig að mér svolítið svona stórt inngrip og allavega þyrfti að ræða miklu betur áður en að fara af stað og gert. Já, takk fyrir þetta. Ég tengi alveg við þessar áhyggjur af því að fara að byggja eitthvað eða mikið á fyllingunni og ég farið að bæði gangandi á hjólandi og einhvern veginn reynt að taka þetta svolítið inn. Laugarnesið mjög sérstakt og það rétt hjá það friðað og bæði minjarnar og náttúruvættin. En þarna var órösku strönd og þessi ákvörðun bara þannig í rökstuða aðeins. Hún tekin í ljósi þess að það átti að fara að grafa stærstu holu Íslandssögunnar sem fyrir Landspítalann og bara af umhverfisástæðum var talið mjög óskynsamlegt að keyra því öllu upp í Bolöldu þar sem svona Nei, þetta ekki rusl sko, þetta ágætis grót og allt það en þetta var meðal annars af umhverfisástæðum en það var í raun ekki kynnt neitt skipulag að uppbyggingu þar sem var nefnt og stuðaði suma var að Faxaflóahafnir vildu gjarnan byggja á höfuðstöðvar á hafnarsvæðinu og tengja það við í raun svona hafnarstarfsmenn líka. Við erum alls ekki að binda okkur við þessa staðsendingu og ég alveg bara með á því að sjónrænu áhrifin þyrfti að skoða gríðarlega vel. Grafósbúar myndu segja Viðey var í Grafói. Þú veist, þegar ég ólst upp í Árbænum og það var alveg sjokk fyrir mig að Breiðhyltingar lita á Elliðaárdalinn sem lita Breiðholti. En það bara, hluti sem okkur þykir vænt við viljum einhvern veginn passa upp á það og Viðey sannarlega eitt af því. Og sem kyrðareitur, en við mættum kannski nota kyrðareitin okkar meira og þannig að ég myndi nú alls ekki fullir að það væri verið að rjúka af stað með fullt af fyllingum en auðvitað Sundahöfn sem slík í þróun eins og ég kom aðeins inn á. Þannig að ég tek þetta bara inn í næstu skref þarna. Já, ég heiti Atli Arason. Ég hef gaman að heyra þessa dagsningu 5. maí hjá þér. Við varum í íþróttahúsi. Það gott að fá svona ákveðna dagsningu. Þú nefndi líka 5 ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Já. Mér finnst hún svolítið lykilatriði í þessu loforði hjá þér vegna þess að ef þessi þjóðar íþróttahús verður á áætlun á 5. ári fjármálaáætlunina þá eru bæði þú þá eru búið þá eru ríkisstjórnin farin það 4 ár og það aftur 4 ár, bæði ríkisstjórn og borgarstjórn, það er komin nýja ríkisstjórn og borgarstjórn þegar 5. ári kemur. Þá spyr ég, hvað ætlar að gera 5. maí ef að þetta verður seint á áætlunni?
til dæmis á 5. ári? Ég er reyndar ekki búin að ákveða hvað ég ætla að gera 5. maí, þannig að það komið fram, en já, íþróttamálaráðherra lýsti yfir á dögunum að hann sæi fyrir sér að hefja framkvæmdir á næsta ári. Hann sagði þetta í fjölmiðlum, bara opinberlega. Mér fannst það ansi bratt vegna þess að eins og við erum aðeins búin að vera að ræða hér að það þarf að gera skipulag og það þarf að hanna og það þarf að bjóða út. Þannig að það kemur gríðarlega óvart ef að fjármunir ríkisins væru á 5. ári. Og ég get auðvitað ekki tjáð mig hvað verður í fjármálaáætlun ríkisins, við erum bara að bíða eftir henni, en ég er búin að ræða við fleiri en 2 ráðherra þetta og gera þeim grein fyrir hvaða brýn þörf á að bæta aðstöðu hér í Laugardalnum, og ef að þau ætla að fara að leika einhverja tafaleiki þá getum við ekki beðið eftir því. Og það það sem ég er að reyna að segja skýrt á þessum fundi. Að ef það kemur ekkert í þessa fjármálaáætlun og verða einhverju tafaleikir, þá förum við bara, og við erum búin að vinna hellingsundirbúningsvinnu fyrir báðar þessar lausnir, þá förum við bara í þetta sameiginlega hús Þróttur og Ármanns á bílastæðinu. En ég spyrja, hvað gerist ef það er að 15? Það bara dugir ekki. Það var það að fara sérst í... Mér finnst það, já, en ég myndi ræða við Þrótt og Ármann áður en ég myndi sláði föstu. Nema, á ég að lána þeim fyrir þessu kannski? Ég meina, maður þarf kannski aðeins að hugsa í lausnum. Hvað er það að segja? Lána ríkinu. Takk fyrir. Hæ. Komið sæl, Birna Hafstein heiti ég og er íbúi hérna í Laugardalnum og 3 börn í grunnskóla og þau stunda íþróttir hjá Þrótti og Ármanni, þeim frábæru íþróttafélögum. Takk Dagur fyrir þessa yfirferð áðan. Ég er með 2 spurningar, ef það er í lagi. Bara fyrsta örstutt, mér sýnist á öllu að þú viljir að Laugardalurinn sé frábær og hérna bara glæsilegur, ekki satt. Sko, staðan í Laugardalnum í dag, hún er sorgleg og hún er búin að vera það ekki bara í 2 ár eins og þú varst að tala áðan, hún er búin að vera það í mörg ár. Og ég meina, fólkið í Laugardalnum er frábært og ekki síst krakkarnir hérna, krakkarnir sem láta bjóða sér óboðlega aðstöðu hjá Þrótti og Ármanni að mörguleiti, kvarta lítið. En sko, ég velti fyrir mér, nú ert þú búin að vera í borgarstjórn og á launum hjá okkur Reykvíkingum í hátt í 20 ár sem borgarfulltrúi og svo sem borgarstjóri, og þú ert búin að hafa alveg ótrúlegt svigrúm og tækifæri til að fara í alvöru uppbyggingu hérna í Laugardalnum og byggja hér upp innviði og mannvirki, en það hefur ekki verið gert og það er mér algjörlega óskiljanlegt af því að margir segja að þetta sé svolítið svona þitt hverfi. Af hverju sinnur okkur svona illa? Takk fyrir. Já, eins og ég kom að áðan, þannig er inn og svara þessu málumlegan hátt að þá erum við á hverjum tíma að forgangsraða fjármunum og niðurstaða forgangsröðunar Reykjavíkurborgar sem við settum að stað var að knattspyrnuvellir fyrir Þrótt væri nr. 1 og íþróttahús í Laugardalnum nr. 2. Herra kemst það ekki á lista og það má örugglega sko ræða það lengi, þú veist, hvaða vangaveltur voru fyrr á árum sem að leiddu til þess að það var ekki farið í þetta hús. Það var lengi talið líka beint við að Þróttur myndi taka yfir Safamýrina og sinna því svæði og að framhúsið kemur inn í þessa mynd. Það varð ekki niðurstaðan eftir að meðal annars félögin voru búin að leggjast yfir það. Þannig að það eru alls konar svona þættir. En mér finnst svolítið ódýrt að láta eins og þetta séu ekki stórar ákvarðanir sem við ætlum að búa við í langan tíma og hafi þurft þennan undirbúning. Ég veit að þessi 2 síðustu ár hafa verið ófremdar ástand, svo vægt sé til orða tekið, en við erum klár með þessa peninga
og viljum skýr svör frá ríkinu og erum með ofboðslega skýrt plan bæði fyrir fótboltann og fyrir innanhúsíþróttirnar, en svo býður okkar það spennandi verkefni líka að gera stóra planið fyrir Vogabyggð og Höfðana. Þannig að ég meina þetta frábært hverfi en framtíðin líka gríðarlega björt og við getum verið stolt af þeim sjálfboðaliðum sem hafa staðið vaktin í gegnum þessi erfiðu ár en ég held að þessi samtöl sem ég hef átt í þessari viku og í upphafi þessi árs og í þessu ferli bara gera mig frekar bjartsýnan á að við finnum út úr þessu þannig að hér verði bara framúskarandi aðstæða ekki bara til þessari íþrótta heldur bara á öllum sviðum og þessi plönur upp á það. Góða kvöldið, Haraldur heiti ég. Takk fyrir þessa kynningu og bara frábært að geta átt að samtala öll saman. Mínir punktar eru svo sem varða þessa þætti sem við ræðum mjög mikið þessa aðstöðu fyrir börn og unglinga í þessu hverfi, varðandi íþrótta aðstöðuna. Þetta náttúrulega búið að vera bara vont lengi, ekki síðustu 2 ár. Ég meina, ég var hérna sjálfur sem gutti, þurfti að meðan Jón Arnar fór í KR, þá fór ég í Breiðholtið að æfa körfu. Þegar aðstæðan var bara hrikaleg þá, foreldrar mínu voru með þessa líka og það eru sömu aðstöður, íþróttaaðstöður í rauninni hjá skólunum og voru þá, þannig að þetta eru áratugir sem það þarf einhvern veginn að bæta en bara frábært að við séum að komast einhvern stað til þess að bæta þetta. En það er rosa mikilvægt að gera það þá í millitíðinni og það sem við höfum náttúrulega áhyggjur af og við sem höfum búið lengi bara þetta bara frestist og frestist eins og þú talar og gerist út af einhverjum svona aðstöðum eins og vorum að tala að þetta kannski á að koma til 5 ár og aftur þar. Þannig að það er rosa mikilvægt að þetta sé leyst bara strax svona í milli ástandinu og síðan náttúrulega til lengri tíma. Þannig að hvet ykkur bara til þess að gera það með hagsmuni þessara krakka fyrst og fremst, ekki afreks íþróttastarfið sem við verðum að tala í landsliðinu. Annað, ég sá að þú varst að fjalla þessar breytingar á aðstöðunum fyrir Þrótt, grasið og allt það. Í þeim tillögum miðast af því að Þróttur missir eða gefur frá sér svæði og heldur Valbjörnum. Valbjörnin náttúrulega til staðar, það er ekki nýtt svæði og hugsanlega nýtist aðeins betur. Þannig að við erum smá að gera því að það er að bara fjölga rosalega mikið að í rauninni fermetrum fækki. Svæði Þróttar minnki við þessar breytingar, missi TBR-svæðið, missi Suðurlandsbrautina, fái hugsanlega síðar kastsvæðið en að það fækki bara svæðinu og sem má alls ekki gerast því að við veitum það líka að Þróttarvöllurinn mun nýtast minna vegna þess að það er afreksstarf og þá má nota völlin færri klukkustundir, það bara þannig kröfur sem mun það mögulega bitna á barna- og unglingastarfinu. Þannig að svæðið eða tímarnir fyrir barna- og unglingastarfið getur orðið minni. Þannig að mín spurning til þín kannski sérstaklega varðandi þetta við þessar breytingar á aðstöðning, gervigræsum öllu því, mun svæðið fermetrinum fækka hjá Þrótti eða mun það aukast sem það ætti sannlega að gera með við stækkun og fjölda. Mun fermetrunum fækka, það rétt spurning? Því að það sem við erum að aðstæðan mun auðvitað stórbatna. Við fáum upphitað gervigrasvelli sem hægt að nota allt árið. Þeir verða 3. Hvað eru mörg félög með 3 virka gervigrasvelli? Ég deila þess áhyggjum þínu með þetta sem að koma inn í umræðuna með kröfur sem eru sagðar frá FIFA eitthvað að snerti ekki einhverja gervigrasvelli þannig að það sé hægt að spila Evrópuleiki. Ef við ekki fara að ákveða þá bara að spila Evrópuleiki á færri völlum til þess að geta nota þetta fyrir krakkan okkar. Já, nú allir óska Vöndu Sigurgeirsdóttur til hamingju með að vera góður formaður KSÍ hérna. Maður að passa sig hvað maður segir. En skiljiði, þú veist, þetta þarf bara aðeins að taka inn í myndina, ég meina, ætlum að vera með þessar kröfur FIFA-gras út alla borg og minnka notkun á þeim völlum eða getur verið að við eigum einmitt fyrst og fremst að nota þessu uppbyttuðu gervigrasvelli allt árið fyrir börnin okkar. Það er allavega mín skoðun og mér finnst það eina vitið og skynsamlegasta nýting fjármuna og
þú veist, Evrópuleiki den sorg, þú veist, ég er fylkismaður, við erum ekkert mikið að spila í Evrópu, sko. Já, þá eru þeir farnir að smita eitthvað, því að upprunalega kemur þetta í tengslu við einhverja alþjóðlega vottaða leiki. En ég er engin sérfræðingur í þessu, ég er bara að deila þessum áhyggjum. Þannig að ég myndi segja að 3 upphitaði gervigrasvelli væri bylting í aðstöðu fyrir æfingar í knattspyrnu, þó að það sé ekki hægt að nota það á Suðurlandsgrassi sem fær undir frjálsíþróttavöllinn, því að það eru auðvitað bara hlut af ári og hann er ekki alltaf góður einu sinni með fullri virðingu fyrir honum, sko. En þetta er tímasett, þannig að Þróttur er ekki að fara að láta neinn svæði fyrir þessi æfingaaðstæður orðin klár, skiljiði, og þannig hangir þetta allt saman og frjálsíþróttavöllurinn hangir á Laugardalsvallarmálinu, KSÍ-málinu, því að hann þarf að færa með við ákveðnar útfærslur þar. Þannig að ég held að við hefðum ekki náð þessari niðurstöðu með félögunum nema vegna þess að það er sameiginlegur skilningur að þetta er stórbæting á aðstöðunni og fjölda tíma og fjölda æfinga sem hægt er að treysta á að geta spilað knattspyrnu. Já, góða kvöldi, ég heiti Eyrún og ég er í stjórn foreldrafélagsins. Við áttum gott samtal í dag og það var bara mjög gott. Íþróttamálin hafa tekið mikið plás og það er bara vel, við bara búum við ömurlegar aðstæður hérna, en skólamálin eru líka mjög ofarlega og hafa ekki fengið eins mikið plás kannski á þessum fundi. Skólarnir eru sprungnir. Grétar spurði áðan svona áætlun, þú svaraðir en ekki. Möguleg verklok, verkbyrjun, hugsanlega. Hver er staðan? Hvenær ætlaði að byrja og hvenær ætlaði að enda? Já, góð spurning, en hún er líka erfið á þessu stigi. Við erum satt með þetta núna í samráðsferli, við erum búin að setja upp hóp sem er að forgangsraða þessum viðbyggingum. Við erum með 25 milljarða í viðhaldsfé og 25-30 á næstu 5-7 árum. Þannig að við vitum allt sem þetta er endurbætur og skólum annað slíkt er bara mikið fókusverkefni núna á allra næstu árum. Það sem við erum að gera í þessum forgangsröðunarhópi viðbyggingar er að meta hvar er mesta þörfin, hvar helst í hendur endurnýjunarþörf og viðbyggingaþörf, af því að þá það er óskynsamlegt að gera við einhvern vegg og byggja síðan við hann strax 2-3 árum seinna. Það getur leitt til flýtingar og eins og ég sá á fundinum með ykkur, þó ég beri virðingu fyrir starfið þessa forgangsröðunarhóps, að þá finnst mér margt benda til þess að þessi skólar hér bara vegna þess hvað eru gamlir, muni raðast mjög ofarlega vegna þess hvað eru mörg börn og þröngt. Hversu ofarlega? Ég treysti mér ekki til að svara það vegna þess að ég er ekki með öll gögnin í kollunum og ef að ég væri með þetta alveg á hreinu þá hefði ekki þurft að einu svona stofna hópinn, þá hefði ég bara raðað þessu sjálfur. Og nákvæmlega eins og í íþróttamálunum að þá myndaði svo breið samstæðum röðina vegna þess að þetta var faglega unnið. Og ég hef þess vegna mjög mikla trú á þeim vinnubröðum en sko peningarnir á fjárfestingaáætlun eru komnir í endurbæturnar og það eru ákveðna peningar í viðbyggingar. Við vitum að við þurfum að fara í þær á næsta árum en ég treysti mér eða vil ekki vera að slá einhverju föstu. Mér finnst að það væri ódýrt af mér nema ég væri með það alveg skýrt fyrir fram að mig hvernig þetta raðist, en eins og ég sagði við ykkur í dag að þá finnst mér mjög margt benda til þess að það verði mjög framalega ef ekki fremst í þeirri forgangsröðun með þessum fyrirvörum sem ég nefni. Góða kvöldi Dagur, þakka fyrir mjög góðan fund. Freyr heiti ég Ólafsson, 4 barna faðir í hverfinu og formaður Frjálsíþróttasambands Íslands. Þetta ekki þátt í mörgu góðu samtali og þakklátur fyrir það. Athyglisverð staðar hjá Frjálsum sem ég vildi bara bera fundinum. Við erum með hús. Frjálsíþróttafélögin í Reykjavík og í hverfinu eru með hús. Við töluðum við áðan þetta að leysa til skemmri tíma áskoranir barna og unglinga í hverfinu. Getur þú stigið fram og sagt að börnin umfram arðsemi íþrótta- og sýningarhallarinnar EHF megi ráða næstu árin þannig að börnin fái forgang í Frjálsíþróttahöllinni?
Bara frábær spurning Freyr og hefur leitað á huga núna þegar við höfum verið að eiginlega bjarga fjárhæð þessara húsa sem voru algjörlega tóm í COVID með tölvuleikjum sem að engan grunaði og myndi gerast. Staðreyndin svo að frjálsíþróttahöllin til yfir höfuð vegna þess að frjálsíþróttafólk og frjálsíþróttahreyfingin bjó til módel til þess að koma reksta grundvelli undir hana. Þetta módel var þannig: við skulum byggja frjálsíþróttahöll en við skulum fjármagnana með því að hluta ársins þegar frjálsíþróttafólk úti getum við leigt hana undir aðra þarfir. Og það gerður einkaframkvæmdasamningur milli borgarinnar Samtaka iðnaðarins sem eiga hluti í þessu og þau taka lán til þess að flýta kannski nokkra áratugi í þessu húsi á þessum forsendum. Og þín spurning þess vegna til í dæminu að breyta þessum forsendum þannig að borgin eða einhver annar tilbúin að borga í staðinn fyrir League of Legends eða eitthvað þá tíma sem að í raun uppbygging af módel og baki frjálsíþróttahöllina byggir á. Auðvitað það hægt en það kostar og þar erum við bara að forgangsraða þessu miðað við mjög margt annað og ég held að þessi þrýstingur hafa allavega hluta til skapast vegna þess að úti frjálsíþróttaaðstaða í Reykjavík og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu var ekki nógu góð. Þegar að League of Legends kom með þetta, nú erum við í næsta mánuð að opna nýjan æfingavöll upp í Mjódd, vissulega undir merkjum IR, en í þágu frjálsíþrótta, þannig að þú veist, ég ekki að útiloka neitt, en ég get ekki hins vegar lofa því heldur vegna þess að einhverjum myndir segja, ok, ef að getur verið að frjálsíþróttafólk vilji freka vera úti ef það góð útiaðstaða á þessum árstíma. Svolítið eins og fótboltafólk að þó það sé til Egilshöll allt árið að þá vilja þjálfara sérstaklega í afreksflokkunum helst bara vera inni þegar þið geta ekki verið úti. Alltaf þegar þið geta þá vilja það vera úti og það fjöldi meistaraflokka, það ekki mikið talað þetta, það fjöldi meistaraflokka í knattspyrnu sem með frátekna tíma upp í Egilshöll en vilja freka vera upphitaða gervigrassinu á sínu svæði og ég vil nota ekki tímana. Þannig að við verðum að taka þá bara einhvern veginn svolítið heiðarlega umræðu þetta. Kannski, þú veist, verður maí ekki eins og febrúar var og þetta verður bara geggjað að æfa úti núna. Þannig að þú veist, mér finnst ekki alveg einfalt svar. Og við þurfum kannski á þessum tekjum að halda ef að fólk til í að æfa úti hvort þið Já, sæll Dagur og takk fyrir fundin, Kristín, Dagur og góða kynningar. Ég heiti Herdís Þorvaldsdóttir og ég uppalinn hérna í Laugardalinn og hef verið bara búið hér eða allæfi með stutturstoppi ég gifti mig í Gráaunum á hérna 3 börn, 2 sem hafa verið í Langholtsskóla og þar einn drengur sem æfir körfubolta með Ármanni og hérna þið voru að tala að þið væri svo margir sem æfði með Ármanni, hann hefur mikið kvartandi því hvað hefur fækkað ótrúlega í allavega árgangi drengja 2008 og þeim sem iðka körfubolta af því að aðstæðan alveg búin að vera vonlaus. En hann æfi líka bogfimi og ég fagna því að Ármann og Þróttur skuli teygja anga sína núna í nýju Vogabyggðina en bogfimin einmitt þar hinum megin við Sæbrautina. Og ég nú þegar gæfa aðnjótandi að hafa verið einhvern tíma varamaður í umhverfis- og skipulagsráði akkúrat þegar við vorum að skipuleggja þessa byggð. Og ég spurði mjög ítrekað þá hvernig við ætluðum að koma börnum yfir í dalinn frá Vogabyggð og ég hef bara rosalega miklar áhyggjur af því að það var ekki leyst áður en byggðin var byggð og það eru komin börn niður í Vogabyggð sem þurfa að sækja þjónustu hér upp í dalinn. Og mér finnst sjálfri, ég læt barnið mitt ekki fara yfir Sæbraut. Mér finnst þetta allt of umferðarþungata til þess að ég taki séns á því að hann missi athyglinna eða vörubílstjóri missi athyglinna. Mér finnst þetta óþarfa áhætta og ég veit alveg að það kostar að hafa gert þetta fyrirfram. Mér finnst frábær hugmynd að setja Sæbraut í stokk og mér leist alltaf vel á það útskýringu. Ég hef bara alltaf gert fyrirvara við það að við setjum þá ekki bara Sæbraut í stokk áður við setjum öll þessi börn niður í Vogabyggð. Við getum ekki tekið séns á einu barni
ekki einu einasta. Og það engin möguleiki að komast yfir Sæbraut núna nema að stöðva umferðarþunga vörubíla á ljósum. Og ég bara spyr, hvenær heldur þú að Sæbraut í Stokk verði tilbúin og hvað eigum við að gera með þetta aukna streymi barna yfir Sæbrautana meðan? Að öðru leyti þá langar mig að koma aðeins að Laugarnestanganum. Af því að ég nú formaður Sjósundsfélags Reykjavíkur og í betri hverfi kosningunni þá var þarna aðstæða fyrir Sjósund við Laugarnestanga sem að vann og við erum mjög þakklátt fyrir það í Sjór að þið höfðu samráð eða skipulags og við bendum á að það mjög mikið streyma fólki sem að sæki sjóinn frá Skarfakletti. En það aftur á móti erfiðir straumar við Laugarnestanga og mjög grýtt og erfitt að komast að sjó þar. Og þetta var skoðað og svarið sem við fengum frekar nýlega, ég reyndar nýri í svona COVID svo ég bara nýbúin að skoða það í smá samræmi við fyrir umræði að það eru framkvæmdir Faxaflóhafn og þá við Skarfaklett eða eitthvað svoleiðis sem að ég einhvern veginn hafa algjörlega farið fram hjá okkur og ég sá ekki, ég veit ekki hvar ég á að sjá þær en svo einnig og aðalega mikil saurgerlamengun og önnur mengun í sjónum þarna og ég velti því fyrir mér því ég sá tölurnar því að það var fylgiskjal með sem að sýnir hversu mikil mengunin þarna og hversu oft hún langt yfir mörkum að þarna sækir fólk bara á hverjum degi sjóinn. Ég fór sjálf í sjóinn í Nauthólsvík í gær. Það sáttu 5 kettlingar svona 70 og var að hampa því hvað frábær lífsreynsla að fara í sjóinn í Skarfaklett. En það hvergi viðvörun, það hvergi eftir að finna upplýsingar hvenær saurgerlamengun yfir, eðlilegu magni þannig að þú ætti bara ekki að fara út í. Og væri ekki bara mjög metnaðarfullt ef við myndum bara ekki segja að þetta sé ekki hægt út af saurgerlamengun, út af því að stækka hreinsistöðarna heldur bara finnum leið til þess að beina þessu frá mjög vinsælum náttúrulegum baðstað, skilurðu. Og væri ekki gott að við fengjum að sjá við sem njótum náttúrunar þarna hvaða framkvæmdir eru væntanlegar hjá Faxaflóhöfnum og af hverju ekki hægt að gera ráð fyrir manninum í umhverfinu sem nýtur þess að nota þess aðstöðu. Og afsakaðu hvað langt. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Varðandi Sæbraut í Stokk að þá það hluti af samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hann alls til 15 ára. Þetta á fyrsta 5 ára tímabilinu. Þetta núna búið í forhönnun, það verið að bjóða út hönnunina og umhverfismatið. Þannig að þetta kemur ekki morgun en innan fárra ára og það tengist því að borgarlínan kemur þarna yfir Elliðavoginn og þarf að þvera Sæbrautina og þá þarf stokkurinn að vera kominn. Þess vegna hann svona framarlega í forgangi í samgöngusáttmálanum en auðvitað líka út af þessum gönguleiðum. Og ég hef enga einfalda lausn á gönguleiðum barna þarna yfir Sæbraut umfram það sem við aðra umferðarþunga götur. En eins og þið áttu ykkur öll á að þá þetta bara eitt stærsta verkefnið sem að borgaryfirvöld vil standa frammi fyrir. Að hraðbrautir og umferðarmikla götur kljúfa hverfi og rýra lífsgæði og við verðum að standa saman og finna leiði til að draga úr umferð. Við vitum, þó að KR sé ekki á dagskrá hér, að krakkar sem búa norðan hringbrautar eru síður að mæta í íþróttir en krakkar sem eru sunnan hringbrautar og það gildir örugglega aðra umferðarmiklar götur líka. Þannig að ég deili þessu algjörlega. Algjörlega og við sögðum til dæmis að þegar 70% íbúða verða komnar í uppbyggingu að þá förum við að byggja skólan og það erum við að gera núna og samgönguframkvæmdirnar haldast í hendu við uppbygginguna að sjálfsögðu en kom ekki á degi 1. Það kom ekki á degi 1. Ég held að það væri óraunhæft en þær koma. Varðandi sjósundið að þá fer ég gjarnan við Skarfaklett þegar í sjóinn þegar fargufan þar og mæli með því og við þurfum bara að kíkja á þessa útfærslu. Ég ekki með það í kollinu hvernig það verður best gert en við höfum, það nokkur ár síðan að við settum í gang skoðun á því að það komin á tíma ákveðin svona affallsvatnsrör á vegum Veitna og við meðal annars verið að velta fyrir okkur hvernig þarna geti verið ylströnd, kannski þarf það ekki,
kannski eru sjósundsfólk eins og þú orðið svo mikla harðjaxlar að vilja ekki ill, vilja bara kalt. En mér finnst það allavega mjög spennandi. Ég held að sé engar leyniframkvæmdir í gangi á vegum Faxaflóahafna. Þau hafa alveg sýnt á sinn spil til þess að fá viðbrögð á það. En alla mengun þarf auðvitað að vakta, ekki síst í tengslu við Höfn. Ok, þurfum þá að aðtúa það ef það eitthvað sem það hef ekki kynnt. Já, ég skal bara kíkja á það. Ég ekki með þær mælingar við hendina. Þá nú að koma að lokum þessa fundar hjá okkur. Býtu, ætlum við að enda á Sörgerðlum? Nei. Þetta sáfundur? Dagur, við ætlum ekki að enda á Sörgerðlum. Við ætlum að enda á... Nei, ok, ég ætla ekki að segja það. En það komu nokkra spurningar, þetta alveg verið búið, en ég bið ykkur að hafa örlitla þolinmæði með því að hleypa einhverjum af sem var búin að senda spurningu og ég ítreka að það spurningar sem hafa borist og fólk hefur ekki fengið svar við, það mun fá svar við þeim. Og það vissulega eins og bent hefur verið á, íþróttamálin hafa verið mjög fyrirferðarmikil á fundinum og það ekki ástæðulausu. Og mér datt allt inn í hug þegar vorum að ræða þetta fram og tilbaka, þetta gríðarlega umfangsmikið og mikilvægt og mér datt bara í hug, getum við ekki fengið eitthvað bara svona cheat sheet sem bara lifandi fyrir íbúða þar sem við sjáum þegar að einhverjar tímasetningar eru svona sirka í farvatninu án þess að við förum að hengja borgaryfirvöld ef það munar einhverjum mánuði eða viku eða dögum eða eitthvað. Það væri rosalega gott að hafa einhvern eitt stað þar sem við getum svona aðeins séð, já ok, það var verið að ákveða þetta núna. Ok, ríkið búið að segja þjóðarleikvang, ok, höfum þetta og þá ég að tala íþróttamálin. Af því að við förum að reyna að blanda þessu öllu, þetta bara svona hugmynd sem mér langar að henda hérna út í kosmosið og svona liður í því að auka aðgengi íbúa að upplýsingum og samræðu. Án þess að það sé eitthvað sem að þarf í rauninni að kosta gríðarlega mikla vinnu eða við þurfum að fjölga störfum í kerfinu, sem er alltaf gott að fjölga störfum, það. En bara ef að ykkur sama, ég veit að þið eru kannski orðin svolítið þreytt, að þó það sé ekki nema 1 eða 2 spurningar sem við tökum úr þeim sem að, hvað segjum það, fæ ég leyfi til þess, sem að komu inn til okkar. Ég byrja þá bara byrjunni, Björn var nú reyndar hérna framalega og hann var aðeins búinn að komast að. Hann meðal annars að spyrja Airbnb íbúðir ólöglegar í Reykjavík og í Laugardal, það að segja Björn Hauksson, fyrir COVID og hvort það sé gert ráð fyrir að þær verið jafn margar aftur á komandi misserum, slíkar íbúðir stefna lífi fólks í hættu, skerða möguleika venjulegs fólks að fá húsnæði á hagstæðaverði sem að við erum öll mjög áhugasöm og grafa undan löglegri starfsemi. Þetta eitthvað sem að hefur komið inn á borð til þín? Já. Algjörlega og hluti í raun af stefnumörkun í húsnæðismálum. Sko, það reyndar ekki mörg ár síðan að Airbnb bara var til sem eitthvað fyrirbæri en þessi starfsemi var tíma orðin jafn stór og bara hótelstarfsemi í heiminum og meðal annars mjög umfangsmikil í Reykjavík. Við eiginlega okkur búið til samstarfs með öðrum hraðvaxta borgum í ferðamálum að frumkvæði Barcelona, þarna voru Amsterdam og aðra borgir og við erum að skiptast á bestu leiðum í þessu. Svo sem við fórum og við erum nokkuð ánægð með var eiginlega tvíþætt. Annars var það þrýstum á ríkið að setja inn í lög miklu skýrari reglur hvað þetta varðar. Vegna þess að gömlu gistilögin tóku mið af ástandi til sveita, þannig að heimagisting var alltaf 14 herbergi og eitthvað svona, þannig að það var lagað, þannig að þetta klárlega leyfisskylt. En við gerðum annað sem var það að breyta aðalskipulaginu þannig að svona leyfi eru einungis heimil sem starfsemi sem alltaf í vissum götum og vissum stöðum í borginni. Þannig að þetta almennt óheimilt í íbúðahverfum. Það almennt óheimilt að vera með Airbnb íbúðir í íbúðahverfum nema við svokallar aðalgötur. Þar leyfum við fjölbreyttari starfsemi. En við
fengum inn í lög og studdum það að einstaklingar sem búa í íbúðinni geti leigt þar út í alltaf 90 daga. Pælingin á bak við það var að það væri þá ekki dæmi það væri verið að ryðja fólki út af húsnæðismarkanum, heldur einhver sem ætti kannski hefði aðeins minna milli handana, geti leigt út sína íbúð til þess að geta leigt þá af einhverjum öðrum íbúð einhvers staðar annars staðar í heiminum. Þannig að þarna vorum við að reyna að fara svolítið millivegin, en þessa strategíu í raun keyrðum við og ýttum á það að sýslumaður fékk nokkur stöðugildi til þess að geta fylgt þessu eftir, það byrjaði að beita sektum og okkur sýndist það hafa bein áhrif á þennan markað, hafa þau áhrif að íbúðir sem voru áður í Airbnb fóru í sölu eða langtímalegu samninga og við höfum sagt bara almennt ferðaþjónustuna, við áskilum okkur rétt til þess að breyta taktík og gera eitthvað meira ef okkur finnst þróunin verið að fara að hafa óæskileg áhrif á íbúa. Það gerum við varðandi rútur, þetta gerum við varðandi Airbnb, þetta áskilum okkur rétt varðandi allt, en við setjum ekki reglu bara til þess að gera reglu, heldur til þess að reyna að hafa jákvæð áhrif á húsnæðismarkaðinn og lífsgæðin út í hverfunum. Og svo hér spurning frá henni Katrínu Þóru Jónsdóttur, þar sem hún er að spyrja smáhúsin í Laugardal sem hafa verið svolítið til umræðu í borgarhlutanum, ég sé alltaf borgarhluta því að við erum alveg endalaust mörg hverfi hérna, nýja Vogaböð núna að koma og við erum alveg út í tún, alveg nýra Hlemmi, ég veit ekki hvort allir átt að segja á því og túnin þurfa svolítið að berjast fyrir því að hafa rödd því að það er ekki svo margir íbúar, þannig ég vil sérstaklega minnast á þau. En Katrín spyr smáhúsin og vill bara vita svona hver staðan er, hvort þetta standi enn til, aftur spurt tímalínu og hefur eitthvað svona gerst í þessu? Já, smáhúsin eru, þau eru á landinu, þetta er komið gegnum skipulag, þeim er sinnt af svokölluðu vorteymi sem er teymi sem er á vettvangi, þetta er vettvangsteymi fyrir jaðarsett fólk og húsnæðislausa. Ég veit ekki til þess að það sé búið að bjóða einstaklingum búsetu eða búið að tímasetja nákvæmlega hvernig þau verða sett niður, en ég kannast ekki við annað en að það sé ennþá á dagskrá. Þetta vakti nokkur viðbrögð í umhverfinu, en það voru líka margir sem að lýstu við stuðningi við það að það væri verið að koma til móts við jaðarsetta einstaklingar sem að ætti ekki höfða að halla og ég held að það hafi verið svona ég veit ekki hvort það skipti öllu máli starfar hlutföllun á hópunum. Ég held bara einfallega að ef við ætlum að læra eitthvað á sögunni þá eigum við dæmi þess að hafa sett þá sem eru á jaðrinum, hvort sem þeir eru nú mikið fatlaðir eða eiga við geðrænan vanda, stríð eða annað, þar sem enginn sér þau. Á einhverju stofnun út í sveit eða einhvers staðar fjarri alfaraleið. Ef við viljum samfélag þar sem að við glímum við hluti og styðjum við fólk sem á við margvíslega vanda, að þá getum við ekki haft fólk á einu stað, við verðum að hafa kannski allstaðar, en veita stuðning og vera tilbúin að horfast augu við það getur verið flókið, það getur komið upp mál sem þurfa þá að ræða og þarf að taka á, og það er bara galdur þess að búa í borg þar sem býr alls konar fólk og er alls konar viðfangsefni og þannig að ég er bara býsna stoltur af þessari stefnumörkun en þetta er jafn flókið og lífin sem verið er að lifa sem að í raun þurfa að fá skjól í þessu smáhýsum, og ég bara bið samstarf við öll hverfi þar sem við erum að búa til ný úrræði við að láta þau ganga. Já, það má kannski samstarf það líka og samtal þessi smáhýsi að það ekki. Það er eiginlega bara svolítið lykilorðið sem við erum að taka með okkur frá þessum fundi líka. Það er þetta samtal bæði það sem er í boði og verið að byggja upp og líka það sem við erum að kalla eftir, mér finnst það mjög gott. Það er bara 20 viðbót og svo ítreka ég að allir fá svör. Það er svolítið rætt sorphirðuna í borgarhlutanum. Hér er meðalveg spurt jarðgerðar hverfiskám í Laugalæk, hvort það sé hægt að fá hann á meðan beðið eftir hægagangi Sorpu. Og eins er það með það að af því að þú komst inn og við erum alls konar og fjölbreytilega, þá langar mig líka að benda á það að í okkar fjölbreytilega menningarlandslægi, það er fólk á öllum aldri, fólk sem tala mörg tungumál,
Borgarhlutin okkar einmitt gríðarlega fjölmenningalegur. Það fólk sem býr við ýmiss konar fatlanir og aðra örðuleika. Það fólk sem hefur farið halloka í lífinu og það mjög mikilvægt held ég einmitt að sinna líka fyrir utan þessa basic grunnþjónustu sem hreinlega bara hafa þak yfir höfuðið og geta fengið eitthvað félagslega aðstöð sem að tengist kannski geðrænum erfiðleikum en hvað það að þá líka mjög mikilvægt að fólk sem til dæmis á erfitt með að ferðast og svo framvegis að það hafi aðgang að sorphirðu í sínu nærumhverfi sem að þannig að við náttúrulega búum í þannig landi þar sem allra veðra von og svo framvegis og við erum ekkert að labba einhverja langa leiðir með þunga poka, sér góð flokkun, góð sorphirða, þarna erum við að tala meðal annars jarðveginn, grendargámar séu víða og annað. Hefur þetta eitthvað verið til umræði nýlega og komin einhver svona tímalína hvað þetta var það, svo við séum nú alltaf að spyrja tímalínur? Bara já, sko. Það bara hnausþykk og gómsætt skýrsla samræmda úrgangsflokkun á öllu höfuðborgarsvæðinu sem var að koma út. Við erum að innleiða að safna lífrænu í heimilum og það bara hverfi eftir hverfi, við byrjum austur og svo breiðist þetta út á örskotstíma. En ég held að það sé svolítið gott á mig að ég játa það að þetta með játgáminn, ég bara get ekki svarað í. Nei, þú þarft ekki að svara. Við verðum bara að geyma að svara þeirri spurningu fyrir bara á netinu. Já, við vitum að þú veist margt, en við gerum ekki kröfum að þú vitir allt. Hvað segir fólk? Ef við ekki að segja þetta gott bara í kvöld? Takk kærlega fyrir. Takk kærlega.